fréttatími. Hjá mér María Lilja og Sigurður Magnús. Velkomin. Herðu, frétt dagsins, ég veit ekki, ekki bara hvað heitt? Hitamet fyrir norðan og austan? Svolítið heitt í bænum, ekkert sérstaklega heitt samt. Jó, ég var enda svolítið fegin að það var ekki sól í dag. Ég fæ nefnilega svo mikið svona, ég fæ svona sólarkvíða. Mér finnst ég þurfa að vera úti allan daginn. Þetta er rauðar það? Já, þannig að ég var rosa fegin að þurfa ekki að vera úti allan dag, svona vesenast. Það var hitamet fyrir norðan lýst illa á næstu daga, það sagt. Það strax komið hljóð í skrokkin. Þetta Guðveig Guðmundsdóttir á Grímsstöðum sem að segir þetta. Það var hitinn komið nálægt 30 stigum og henni fannst að vera komið full gott. Ekki svona mikið fyrir þetta eins og María. Svona ofalega álendinu eitthvað? Já, náðu upp í 30. Það voru hellinga hitametum slegin, ég veit ekki hvort við fylgdist með þessu. Mesta, hvað heitir þetta, bætingin var á Gullfoss. Þar hafði fyrrametið verið tæplega 20 gráður, nú metið tæplega 30 gráður. Hækkaði 9 heil stig þar sem hafði verið hæðst meldur hiti á Gullfossi. Já, nú myndi einhver segja að þetta væri kannski svona áhyggjumerki, við ættum að hafa áhyggjur af þessu yfir svona hlýnandi veðri og svona öfgum í veðráttu. Haldið þetta sé hlýnun jarðar. Það verði hitabylgja á Íslandi, ég held nú ekki. Nei. Guðveig Guðmundsdóttir, henni finnst komið nóg. Þetta leifar af hitanum sem var í Evrópu, komin ykkar norður eftir, það var náttúrulega kólnar yfir hafinu á ferðinni, en þetta mjög þægilegt fyrir okkur, við erum bara allsæl með þetta. Það svo heitt í gær, ég labbaði svolítið mikið og ég segi þetta ekki, eins og ég var í New York sem eiginlega ekki hægt að vera á sumrin í New York og þá sagði ég að það hefði verið 7 skyrtu dagur og þá svitnaði maður svo mikið að þetta 7 skyrtur í daginn. Það láið að væri svona 3 skyrtu dagur. Ég var eins og í London í svona hitabylgju, það var alveg hrylling. Já, hryllilegt. Það engin loftræsting í húsunum í Englandi, engin kæling, þannig að það verður ólíft inni. Það var hitabylgjum daginn, ég talaði við Guðmund Auðunsson og ég spurði hann eitthvað því að því hafði verið hitabylgju í London og þeir kvarta svo mikið. Þeir eru ótrúlega mikið dæs í neðarðarlestunum og lestunum. Já, það verður líka alveg eins og að vera í niðursuðudós, það alveg hryllingur. Eitt sem að fylgir hitanum í Íslandi, það við erum með fréttu það eru blikblæðingar á flestum landslutum. Það var einmitt að segja það. Þetta hefur alltaf einhverja neikvæði hliða líka. Já. Og það var bara klæðningin á þjóðvegunum, hún bara soðnar. Já, ég var aðeins að googla þetta áðan með blikblæðingarnar og svona ástæður fyrir því að þær kæmu upp. Vegagerðin vil meina að þetta sé ekkert einsdæmi á Íslandi þó að maður tæki nú kannski ekki mikið eftir þessu í umfjöllunum annars staðar. Ég veit svo sem ekki, ég hef ekki mikið verið að keyra í útlöndum. En þegar ég segja að þetta hafi fyrst komið upp hérna á Íslandi 1980. 1980? Svo langt síðan? Já, þannig að þetta eldri en ég. Ég var einu sinni staddur á Krá á Egilsstöðum fyrir ekkert svo mörgum árum. Þá kom til mér maður og vildi tala þetta. Hann hafði verið að leggja malbygg og olíumöl alla sína ævi. En hann sagði að ástæðan fyrir þetta væri svona slæmt núna væri að það mátti ekki nota tjöru út af umhverfisástöðum og þess vegna hafi verið farið í tilraunir með repju, olíu og alls konar, alltaf að reyna að finna eitthvað, ekkert að þessu virkar eins og tjaran gerir. Og hann sagði að þetta væri svona dæmi það sem að væri verið að reyna að mæta einhverju svona mengunarvöldum með því að raunverulega menga miklu meira því að þessar ónýtu klæðningar gera náttúrulega miklu meiri skaða. Já, alveg helling. Við séum myndir af bílum sem eru bara dekkin eru búin að sóla dekkin bara með vegarklæðningunni. Við erum bara með klæðninguna á dekkin. Það geta eiginlega keypt bara því mála. Já, hver með sín veg. Ég selði ekki dýran að keypti frekar heldur annað sem að mér heyri svona á börunum sko. Þetta Vegagerðin segir þetta sama. Þetta sé lífólían sem vandamáli. Þá finnst mér að ég myndi vilja sjá núna bara úttekt á því. Ekki bara alveg gott að leggja almennilegt malbygg í staðinn fyrir að vera að leggja þetta annað hvert ár. Því að malbygg ætti að duga á svona fáfarnari vegum þar sem þetta lagt á. Ég held að sé malbygg til dæmis yfir Hellisheiðina og svona það sem mest á umferðin.
En þetta notað á fáfarnari vegum sem eiginlega allur hringvegurinn fyrir utan bara Hellisheiðarveldið og kannski Keflavíkurveginn. Ég held að sjá úttekt hvort það sé ekki betra að gera þetta bara almennilegt. Herðu, ef við farið í pólitíkina, það hérna fyrirsögn frá henni Þorgerði Katrín. Vonar að Evróputengt mál verður ofarlega á blaði að vera að fara að undirbúa sig fyrir næsta þingvetur. Vonist þið eftir því? Ég bara umræðina þetta. Ég bara vona að það verði ansi margt ofan á næsta þingi. Við viljum að veri öll svona stóru mál komi í umræðina. Já, en haldið miðað við málþófið sem var út af veiðigjöldunum, hvernig haldið þið að málþóf Miðflokks og Sjálfstæðisflokks verði út af Evrópumálum? Það hjálpi mér allir heilagi með það. Já, einmitt. Ef við telja það að 7 milljarða aukin veiðigjöld á útgerðina sem að langstærstu leyti borgað af stórútgerðinni þó svo að aðri borgi kannski 2 milljarðar sem eru þá millist stórar útgerðir 5 milljarðar eru stórútgerðin cirka og það til þess að verja byggðina. Hvernig heldur þið láti þegar þið fara að verja það að Ísland gangi inn í Evrópusambandið? Það er átök Nema að það var náttúrulega einu sinni stefna Sjálfstæðisflokksins að yrði kosið aðildarviðræður. Bjarni Benediktsson og Illugi Gunnarsson barðust saman fyrir því. Já. Herðu, það var ég tók eftir Halla Hrund Logadóttir skrifaði langan status og ég tók eftir því bara á Facebook að það voru margir að deilunum og hæla Höllu Hrund. Kannski þeir sem hafðu verið mikið af skamma þingmennina undanfarið fyrir að hafa gert sér fíblum og mér fannst það svolítið eins og fólk verið fegið að það kæmi þarna fram þingmaður sem bara virkaði eðlilegur. Sem í stjórnarandstöðinni. Ég las þetta einmitt líka á Facebooki, ég sá að fólk var einmitt að segja að þetta væri svona pólitík sem það vildi sjá og hérna svo nættu stjórnmálamenn auðvitað að koma fram og annars lítið þetta. Svo finnst fólki hún svona brosýr og svona líka vel á henni og svona. Fólk sem kausana sem forseta. Það voru margir sem ég sá sem voru að segja það að hún verið minn forseti. Að sumi leyti held ég að það byggir á því að forseti sem var kosin, hann er ekki svona flug á Höllu á Bessastöðum. Það er svona frekar svona daufar fréttir af hennu og umtal. Hún er ekki búin að sigra hjarta þjóðarinnar. Nei. En samt sjáum við það sem hún kemur að þá hún forsetinn, það er ekki milli mála. Og hérna En hún er ekki búin að gera það sem Guðni gerði en Guðni var búin að ná þessu bara á innan við ári að 95% voru bara ánægð með hann. Ég held að Halla sé ekki búin að ná því. Ég kaus Höllu ekki en hún er bara réttkjörinn forseti Íslands og það er bara þannig. En það var sniðugt, þau voru í grunnskóla saman hjónin og svo spurði ykkur krakkin forsetan getur að staða höndum og þá sagði hún nei en Björn getur það og hann bara fór og gekk bara á höndum fyrir krakkana. Hann er hann hefur treykt Höllu kannski unga kjósendur síðan meir. Nei, hann sagði okkur Björn Þorláksson okkar maður hafi sagt að hann kom þegar þau komu norður að þá hélt Halla einhverja ræðu ávarp og svo stóð henn bara með stand-up comedy, bara allir hlógu og mjög skemmtilegu maður. Herru, ég ætlaði nú ekki að vera í umræðinni að ég nefndi þetta bara því að ég fannst svona ábyrrandi hvað maður finnur það stundum að þess að fólk vilji hæla einhverjum. Að fólk hafi verið leitt á þessu skömmum og Halla Hrund á það svo sem skilja. Hún er frábær viðmælendur sem komið hingað, hún er alltaf að vilja tala um málefnin og hún brennur fyrir einhver var að segja það, var það ekki illu eða eitthvað stór og þræði af illu var að segja það að Halla Hrund ætti að gangi í Samfylkinguna og taka við sem orkumálaráðherra því að fólki líst ekki alveg á Jóhann Pál sem er alveg óður í allri vildu skipta vildu gera skiptidíl að fá Jóhann Pál inn í Framsóknarflokkinn og Höllu Hrund inn í Samfylkingu. Þetta er svona eins og maður býtaði á körfuboltaspildum. Það heldur áfram svona uppgjör út af þessum dögum sem voru í þinginu eðlilegt að það mun taka kannski smá tíma þegar við sjáum að til þess Sjálfstæðisflokkurinn eyða peningum í það að láta sína sögu vinna. Hann auglýsir mikið á samfélagsmiðlum og gengur í
verið út alla fjölmiðla að reyna að láta sína sögu vinna. Ásta Lóa, hún á eina fyrirsögn, ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og VG hafa farið í einu og öllu eftir kröfum stórútgerðunar. Þannig að benda það sé munur. Síðustu 2 ríkisstjórnir undan hafi verið þannig. Nú sé komin annað tóll. Og ég sá að á miðjunni á þér að þá var fyrirsögn Sjálfstæðisflokkurinn stjórnmálaarmur SFS. Hver sagði þetta aftur? Marinókin. Já, Marinó. Held ég man ekki allt smári. Það eins og oft þegar það kemur eitthvað svona viðburður eða atburður og kemur svona eftir marga daga það sem verið að glíma söguna. Hvernig þá nýliðina sögu. Hvernig það settlast málið. Og ég held að, ég veit ekki hvort að stjórnarandstöðunum takist að láta söguna líta svo út að ríkisstjórnin hafi svikið þjóðina. Ég held að það sé langsótt. En þeir reyna það. En mér finnst eina, ég hef sagt áður hér, að ég er svolítið svektu hvað þið gáðu mikið eftir í veiðigjaldamálum. Já, mér finnst það og líka önnur mál. Við tókum í gær. Já, svo það. Við tókum í gær sem við köllum kirkjugarður ríkisstjórnarinnar, mál sem höfðu dáið. Það var ein frétt núna sem var á heimildinni, stúdentar gjalda fyrir málþóf veiðigjöld. Það Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem formaður félagsstúdenta, það sérst ekki félagsstúdenta Háskóla Íslands sem að maður svona vanur að því að horfa á að sé eina stúdentafélag, en það náttúrulega háskólar út allt, þannig það landssambönd stúdenta og Lísa Margrét þar. Þeirra frumvarp sem var lagfæring á Menntasjóði sem nýtt nafn á lánasjóðnum sem virka bara ekki og við höfum oft fjallað það að það sé ég held að sé 20% nemenda sem að taka lánar. Sjóðurinn að drukna peningum fyrir þess að það gangi ekki út af því að það svo óhagstætt að taka lánin. Þetta frumvarp sem að dagaði uppi snýrst ekki beint það að laga jafnrétti til náms sem lánasjóðurinn uppaflega átt að útvega en eftir breytingarna 2020 alveg ljóst að gera það ekki. Þetta var, þið kannist við að verið styrkir, þannig að hluti af láninu mjög háum vöxtum, en í staðinn að áður hafði verið á lægri vöxtum, þegar stakkin þessi háu vextir sem bara eiginlega markaðsvextir, að þá kemur á móti styrkur. Nú gildandi lögum það þannig að þú færir styrk 30% af upphæðinni þegar þú klárar nám. Tillagan var svo að þetta væri svo langsótt að þetta býða svo lengi og fengir 20% á hverju önn og svo fengir þessi auka 10% í lokin. Það var bara einhver lagfæring, svona styrtileg, allir ánæði með þetta. Ég held að það sé engin ágreiningur þetta. En þetta eitt af þessum málum sem bara komst ekki gennum þingið. Já, sem var borið í kirkjugarðinn. Já. Eftir aðra umræðu, þannig að þetta var á ansi langt komið og það ljótt að sjá þessi mál sem voru komin þetta langt, voru komin, búin í fyrstu og jafnvel að það hefja allt þetta bara eftir að kjósa en nú þarf að byrja alveg upp á nýtt sem alveg fáránlega regla. Tengt þessu, það búið að veiða 95% af strandveiðikvótunum og samkvæmt núgildandi lögum að þá ætti, ég held ég sé Fiskistofa ætti bara að flautið af. En það reyndar búist við að það verði gefin reglugerð sem heimili meira. 10.000 yfir. Að það sé samkomulag það. Ég held að ég veist ekki það. En það samt svona kannski eitthvað stressaður strandveiðimaður sem að býst við að Fiskistofa stoppi sig bara strax á morgun. En við reknum ekki með að það gerist. Talandi svona ágreiningin eða glímuna söguna. Þannig einu fyrirsögn sem fjárfestar í sjávarútvegi farið að líta annað. Þetta eitthvað svona sem rekur eitthvað svona ráðgjöf í verðbréfabraski og hlutabréfabraski. Og þannig á þetta líti út svona eins og að veiðigjöldin séu slæm. Því að fjárfestar vil ekki fjárfesta lengur í sjávarútvegsfyrirtækjum og þau hafa lækkað í verði en það bara kemur almenningi bara ekkert við. Það er ekki þannig að það sé eitthvað sjávarútvegsfyrirtæki að fara út á markaðinn að sækja sér fé þannig að fjárfestar hafi minni áhuga á hlutabréfum í sjávarútvegsfyrirtækjum drægi úr fjárfestingagetu þeirra. Það er ekkert svoleiðis. Þetta er bara það að þeir eru að kaupa gamlar eignir út á suður og kannski því að þeir núna þarf
geta ekki borgað svona gríðarlegan arð af því að þeir eru með ókeypis aðgang að auðlindinni eða svo til ókeypis. Þetta þurfa að borga aðeins meira í sameiginlega sjóði, að þá er kannski aðeins minni arður og þá er kannski aðeins minni áhuga að kaupa þetta. En þetta er alltaf látið eins og sko, að hlutabréfamarkaðurinn sé einhvers konar svona hitamælir á því hvernig þjóðarlíkamanum líður. En hann er bara vitlausasti mælir sem hugsast getur til þess. Bæði út af þessu, en svo líka því að markaðurinn hann fer alltaf á taugum sko. Þegar vel gengur þá er hann allt á hæ og þegar illa gengur þá er hann allt á down, þannig hann er eiginlega alveg glataður. Þannig að það verður eiginlega aldrei að flytja neina fréttir á hlutabréfamarkaði. En þessi sko, stóru sjávarútvegsfyrirtækin, þau eru stöndug sko. Og það er verið að bjóða okkur upp á eitthvað annað, þá vitum við bara að það er rangt. Þetta eru miklar eignir, mikið umfang og En eftir sem áður getur þessi maður haft rétt fyrir sér af því að þú veist, það var svona mikið afgangur til þess að borga eigandunum, en núna er það bara svona mikið. Og það getur verið að, þú veist, að verðið hafi myndast út frá öllu þessu sem átti að vera hægt að greiða til eigandana. Nú er það aðeins minna og þá lækkar bara verðið, en ég meina, who cares? Herðu, hérna ég er með fyrirsögn úr hérna einn af þessum endalausu skoðanadálkum í Viðskiptablaðinu. Tegja mér svona langt núna. Hvar var það? Fjárfestar í það er hérna Homer Simpson, næsta skref Íslandsbanka. Þetta er hérna þetta huginn og munin og þessir dálkar sem þetta er eiginlega fjallar það að Íslandsbanki hafi sko ekki náð að vinna kapphlaupið við Arion banka sameiningu við Kviku og það er svona ýmsum finnist það bara góð tíðindi af því að það er bara tómt vesen og þeir eru að tala þarna Heiðar Guðjónsson sem að einu sinni satt í stjórn Íslandsbanka, ég held að gera það ekki lengur en hann hefur verið með kröfu að Íslandsbanki kaupi eigin hlutafé. Og þetta er það sem er gert á markaði að segjum að hérna, Íslandsbanki rúti hlutir, bara fleiri milljarðar og hann fær leyfi á hluthafafundi til að kaupa kannski 5% tilbaka og þá er það í staðin fyrir hann sé að byggja upp bankan sinn eða greiða hluthafunum arð sem hluthafunum þurfa þá að borga stundu skatt af. Það er endalaust tækifæri á því að fresta því og fela það. Í staðin fyrir að hann greiði hlutunum sínum arð, þá kaupir hann eigin bréf sem að leiði til þess að það er fleiri að kaupa bréfin á markaði heldur en að selja, þannig að bréfin hækka og eigendunni græða miklu meira en þurfi ekki að borga skatt af því að það bara hækkar eignin hjá þeim. En þetta er bara til þess að gera hinna auðugri. Þetta gerir þetta var gert mikið í Síman, Arion banki er búin að ganga í gegnum þetta. Ég held að Arion banki hafi greitt bara með þessum hætti keypt bréf fyrir greitt hluthöfunum og keypt eigin bréf fyrir eitthvað 70-80 milljarða. Ég las það daginn að 5% af landsframleiðslu Bandaríkjanna fara í fyrirtækin sem eru að kaupa eigin bréf til að auka auð þeirra sem eiga það. Og 5% af landsframleiðslu Bandaríkjanum, þeir getur byggt upp heilbrigðiskerfi fyrir þetta. Þú veist, gríðarlegir fjármunir sem eru notaðir bara til þess að auka auð hinna auðugu og svo fáum við fréttir úr þessu, ekki bara Viðskiptablaðinu, heldur stundum bara úr RÚV og fleira, þar sem við eigum að trúa því að þú veist hvernig þeim gengur að auka auðsinn með því að spenna upp verðið á bréfunum, að það við að líta á það sem svona jákvæða þróun. Eins máli, manni bregður við þegar að banki allar að kaupa eigin bréf. Bara út af hruninu. Það var svolítið annars... Já, ég veit það, en samt sem áður. Þetta er eitthvað sem að bara, er eitthvað byrjað aftur. Því að sko, eignir bankana voru bréf í sjálfum sér sem voru gjörsamlega verðlaus. Þá var það þannig að bankin lánaði Maríu Lilju til að kaupa bréf í sjálfum sér. Þetta er ekki þannig, sko. Þannig að þetta kaupi bankin bara og bara slekkur á bréfunum. Og bara færiðu niður, þannig að þau eru ekki lengur til að markaði. Þannig að það er ekki svona lán sem er á móti eins og var þá. Já, takk fyrir það. Það var sagt á sínum tíma að þegar íslensku bankandi gerði þetta og það er gott að hafa í huga því að stundum við verið að halda því fram að hrunið hafi ekkert verið hrun og ekki verið út af einhverju mistöku bankamannana. Þetta er það heimskulegast og menn eru búin að vita það í meira en heila öld. Að heimskulegast þessi banki gerir er að lána fólki til þess að kaupa bréf í bankanum. Þú veist, það er bara vís leið til glötunar, en það gerði íslensku bankandir. Herðu, Trump-vinur okkar, hann hótar 30% tolli á ESB. Já, hvað, var ekki 15 síðast?
Þetta eru orðnar svona daglega fréttir og það erfitt að fylgjast með öllum þessum tölum. Núna vill hann fá viðskiptasamninga. Já. Ég fór að velta fyrir mér að munið þegar hann sagði að ætlaði ekki að senda loftvarnarflaugar til Úkraínu. En svo sagði hann að við sendum þær, en Evrópa verður að borga það. En Evrópa er núna bara að kaupa flugskyti af honum. Og núna ætlar hann að setja tolla á þá þeir hlýða honum ekki. Evrópa hlýður honum í einu öllu varðandi Ísrael og Gaza. Þannig að sömuleyti þá komast Bandaríkin upp með hvað sem gagnvart Evrópu. Já. Og ég sé ekki að neitt í Evrópu ætli einhvern veginn að... Nei. Macron var eitthvað að tala að þeir þyrftu að búa til mótvægisaðgerðir. Já, hvað heitir hann aftur sem framkvæmdastjóri NATO núna? Rútge. Já, hann hitti Trump og sáum bara í sjónvarpsfréttum að hann bara deyju hrifningu. Hann skrifaði ástarbréf til hans og kallaði hann bara pappa. Já, mitt. Herðu, talandi hann, þetta eru tollanir á Evrópusambandið, hann að gera sama með Kanada og Mexíkó og fleiri lönd, en svo hann að setja 100% tolla á Rússland og þá sem að stunda viðskipti í Rússland, það eru 50 dagar sem þeir fá til þess að stoppa stríði í Úkraínu, annars mun að setja þess að tolla á. Rússarnir virðast engar áhyggjur á þessu. Annarkvort takar ekki mark á honum, eða þeir meta þessi svo að Bandaríkin myndu skaða sig meira og setja 100% tolla á Indverja til dæmis sem kaupa mikið olíu frá þeim. Að þetta sé eiginlega, hann get ekki gert þetta sko. Allavega eru menn að ráða í viðbröð Rússa. Maðurinn hefur verið með mismunandi tölur eitt og annað land eða heimsálfur og við munum ekkert hvað var síðast sko. Nei. Hann skiptir svo oft skoðun þessu hvað hann hefur rann að háa sko. En þú manst hvernig sagan Úlfur endaði sko. Úlfurinn kom sko. Þannig það ekki hægt að segja að þetta sé bara Úlfur því að svo hækkar hann koma tollanir allt í einn daginn. En Úlfurinn kom og á drengin sem hrópaði Úlfur. Ég myndi nú segja að Trump væri nú kannski þessi sem hrópar Úlfur og það verði þó eitthvað sem éti hann vonandi, kannski. Já, hann segir ég ætla að hækka tolla og allir segir hann ætla að hækka tolla, svo gerir hann það ekki. Svo segir hann ég ætla að hækka tolla og ég gerir það ekki. Svo segir hann ég ætla að hækka tolla og hætti allir hlusta. Þá kannski allir hækkar hann tolla. En þú vonar að Úlfur í endan. Herðu, það Áslaug Arna, ég veit ekki okkur við förum til hennar og Trump. Hún komin aftur á þingfararkaup. Hún var hætt. Getur útskipt okkur? Já, hún kallar ekki inn varamannin fyrir sig. Nei. Þannig að hún ennþá bara þingmaður, hún ekki búin að segja sér þingmennsku og svo sem að lesa hann af fer það bara inn í haust og meðan hún þingmaður. Hún búið í New York og komin í nám. En hvernig virkar það? Já, því að nú var hún kláraði ekki eins og þingið, hún kallaði til varamann. Nei, hún rétt kjörið þingmaður. Og er það þá einhver annar varamaður sem kallaði inn eftir? Með 3. eða 4. varamaður, af því að hinu var allir í útlöndum, kom inn og var hann einhverja síðustu 10 dagana. Eða 2 vikurnar. En það bara ekki nógu mikið innkall til þess að hún fari bara að verði skráð sem raunverulegu þingmaður. Þannig þegar hún fer aftur bara í sitt líf, þá dettur aftur launin til Áslaugar Arna. Er þetta ekki varamaðurinn ekki gift Sigurði Kára Kristjánssoni, ég held að. Sem að var þann inni. Það Sigurður lögmaður sem á að verða varamaður hennar núna í haust. Hilmarsson. En mér finnst þetta reyndar alveg ótrúlegt í samhengi við fréttir af Lánasjóðnum og svona hvernig stúdendar voru látnir sitja á hakanum að Áslaug Arna sé komin aftur á þingfararkaup. Þetta einhvern veginn, þetta talar ekki saman. Það verður á því allt sumar. Þegar ekki fer þessi... Það ekki bara detta niður ef hún hætt. Hún bara ekki búin að gera neitt formulega. Hún var bara leyfið frá þingstörfum. Hún búin að fara í viðtöl, hún búin að vinka og hún búin að... Já, hún samt þingmaður. Það hún segir að sér, þingmenn geta tekið upp öllu. Talandi svona þéttamund, þá fyrirsögn, við getum ekki leita fólk uppi. Þetta framkvæmdastjóri félagsbústað. Það hefur verið fréttir af því að þegar félagsbústaðir þurfa stundum að tæma íbúðir. Það náttúrulega fólk bara fer eitthvað, það náttúrulega fólk inni sem getur bara
farið bara í meðferð eitthvað, flutt út og þá búslóðin tekin. Og svo eru dæmi það að eftir einhvern tíma, þá henni bara eitt. Og það var einhver að kvarta undan þessu að við tapað þarna dýrmætum listaverkum. Já. Og vangavellan eiginlega, ef að þú ert með fátækasta fólkið í Reykjavík og eigur þess, áttu ekki bara að geyma þetta, sko? Ég myndi nú segja það. Ég held, sko, ef að með misminnir ekki hérna úr sko, lögfræðinni, þá hefurðu aldrei leyfi til þess að farga eignum annarra, sko. Ég held að það sé bara hérna félagsbústaðir búnir að búa sér til skaðabótakröfu. Ef ég væri með búslóðageymslu og þú geymir búslóðina þína og svo ferðu bara til Kína, kemur til 7 ár og þú ert ekki búin að borga leiguna og ég bara sett hana á sorpu. Já, nú man ég ekki alveg hvernig þetta var, en þú þarft allavega að, það þarf að gera einhverja sérstakar ráðstafanir. Ég man ekki alveg hvernig það er. Svona, hann getur kannski sett skilyrði, sko. Leið á greiðslur þrjá mánuði í vanskil. Þú kvittar undir það í leigusamningi, sko, að dótinu þínu verður fargað eftir ákveðin tíma, komir ekki og sækir það. En ég held að að því að eignarétturinn okkar er svo voðalega sterkur í íslensku réttafari. Þannig að ég held að ég myndi nú allavega að reyna á það ef ég væri þessi aðili að Kannski ætti líka að hugsa til þess að þarna fólk sem á kannski minnst í samfélaginu. Já, einmitt. Ekki fallegt að eyða því. Nei. Það er ein frétt. Sammála það hérna. Það er ein frétt frá Bogota í Kólumbíu. Þar var fundur, það er svona ýmis ríki sem eru að reyna að finna eitthvað lausn á þjóðamorðinu í Gaza. Og það sem var áhugavert við þetta er að þarna eru náttúrulega ekki Vesturveldin. Þarna eru bara lönd héðan og þaðan í heiminum sem ábýður þetta. Ég veit ekki hvort það sé ykkur von til þess að hún var nú þarna, er á myndinni með fréttinni, hún Francesca Albanese sem að Bandaríkjamenn hafa eiginlega gert að eftirlýstri konu fyrir að segja satt við það sem nú gerast í Ísrael. En ég tók þetta nú bara svona með. Já, það er áhugavert að íslenskt ráðafólk skuli ekki verið á þessum fundi. Heldur eru þau hér á fundi með Ursulu von der Leyen. Hún kemur á 50. Já, þannig að það er svona, það er svona forgangsröðunin að þeir virðist og ég sá að fólk var svolítið að velta þessu fyrir sér einmitt á samskiptameilum í dag. Það er Ólafur Ólafsson segir instead of attending emergency conference of states in Bogota to halt Israel's genocide in Gaza, the leaders of the Icelandic government prefer to take genocide complicit Ursula von der Leyen sightseeing in Iceland. Þess að fara með hana í útsýnistúrum Ísland frekar heldur en að taka þátt í þessum fundi. Ég ætla að tala um þetta við hana Helena Ólafsdóttur, hún er stödd í Sómalíu. Ég ætla að hringja í hana hérna í lok þáttarins og meðal annars að tala við hana þetta heimboð til Ursulu von der Leyen. Herðu, það er önnur erlend frétt sem hefur verið mikið í Bretlandi. Það var þannig að þegar að Bandaríkjamenn bara gáðust upp, að Bretarnir höfðu náttúrulega farið með þeim inn í Afganistan eins og þau fóru með þeim inn í Írak og Bretarnir fara alltaf með, sko, einhvern veginn svona hugmyndum, einhvern sérstakt bandalag þessara ríkja. Að þá eru margir sem voru samstarfsmenn breska herliðsins í Afganistan og þá voru 45.000 manns sem óskuðu eftir að fá að fara til Bretlands af því að ef þú ert að styðja hernámsliðið þá er það kannski ekki vært þegar talibanarnir ná völdum. Slatti að þessu fólki, ég man ekki að þetta var 9.000 voru teknið yfir og eitthvað vonum að fleiri muni geta komist til Bretlands. En málið að þetta lag og það er talið að kannski meir en helmingurinn af þessu fólki hafi sé núna í fangelsum eða hafi jafnvel verið myrt eða drepið í Afganistan. Þetta er mikið fjallað um þetta. Það er engin saga með hverjum einum og það er bara fjöldi sem kemur. Enn eitt dæmið sko ábyrgð mitt Bretlands, Bandaríkjanna, Vesturlanda á því umurlega ástandi sem að almenningur í Miðausturlanda býr við. Þetta er bara það eru svona sögur út um allt. Það sem að fólk svona veðjar á Bandaríkin eða Bretland, en það reynist ekki gott. Það var ekki Kissinger sem sagði það, að það er sér slæmt að vera óvinnu Bandaríkin en það er hryllilegt að vera vinnu þeirra. Það er önnur alveg frétt. Það er Andrew Cuomo sem að tapaði fyrir Zoran Mamdani í prófkjöri demokrata fyrir borgarstjórnarkosningar í New York. Hann ætlar að fara í framboð í eigin nafni sem þriðji aðili.
Og það náttúrulega, það á að vera þannig í New York að það sé næstu ómögulegt fyrir republikana að vinna það, en samt Giuliani vann til dæmis. Þannig að það gerir stundum, en núna náttúrulega kannski aukast líkurnar á að það sé hægt ef að þeir finna frambærilegan frambjóðanda, því að maður myndi ætla að Cuomo myndi taka frekar demókratafylgi og þá er það líklega þeir sem ekki sætta sig við Mamdani. Já, einhver segir að honum hafi verið teflt fram til þess að koma í veg fyrir það að Mamdani myndi vinna. Mamdani er til dæmis múslimi og New York er náttúrulega gyðingabær. Ég meina þeir eiga, þú veist, New York Times og þú veist, þeir eru bara gríðarlega sterkur hópur þar inni. Ekki allir á bandi Ísraelsstjórnar, það eru oft sterkustu mótmæli, það eru gyðingar í New York sem eru að mótmæla stefnu Ísraels. En þetta verður þekkið Andrew Cuomo. Já, hann svaklegast úr starfi sem ríkisstjóri í New York. Já, fyrir kynferðislega áreitni. Það voru fjöldi kvenna sem töluðu að hann hefði áreitt kynferðislega. Þannig að hann einhvern veginn, já, hann sér sér í leikaborði að ætla að snúa aftur. Þetta var nú bara 2021 held ég sem hann hætti. Nú er stundu talað að svona Me Too það var bara gekk allt og langt pendúllinn og núna er hann komið svona tilbaka, þannig að finnst þér þetta að vera merki það að menn sem hafa höglust frá störfum út af þessum málum, að þeir geti komið aftur, þetta dæmi það? Sko, sýndi hann einhverju yðrun á einhverju tímapunkti? Baðan einhvern afsökunar, ég þekki það ekki sko. Öskun eitthvað? Já, ég veit ekki, ég er auðvitað mjög hlindi að fólk einhvern veginn sem að gerir mistök fái tækifæri til þess að koma aftur og alveg sama hversu stór eða hræðileg þau mistök getur orðið, þá getur öllum orðið á sko. Mörg þessi mál eru nefnilega hjá dómstóli þjóðarinnar, ekki dómstólunum þessum opinberu. Það eru hverju þjóðin tekur. Finnst þér þá gott að hann bara bjóði sér fram og annarkvort fær hann sík? Kannski er það bara dómstólinn sem hann þarf. Kannski einmitt, bara þetta forval í demókrataflokknum var hann kannski bara, hefði kannski átt að segja honum ýmislegt að almenningur í New York vildi ekki sjá hann aftur. Nei, og þetta var náttúrulega stór merkileg prófkjör. Af því að Cuomo hafði bara, ég held að það hafi verið sagt að það er enginn í svona prófkjöri haft aðra eins peninga og annan eins svona stuðning, svona opinberan stuðning eins og hann. Þannig að þetta var alveg Davíð og Góliat. Það var Davíð vann Góliat. Herðu, Logi Einarsson, það er við nefndum þetta aðeins í gær. Að eitt af þessum málum sem að döguðu uppi í kirkjugarði í ríkisstjórnarinnar var fjölmiðla styrkirnir. Og hann segir við finnum leiði til að koma út þessum styrkjum og þá var hann að segja að ef við náum sér ekki inn á haustþingi sem að, ég veit það ekki, þú veist, næstu jól verða nákvæmlega eins og þetta sumar sko. Þegar þeir þurfa að koma í gegnum fjárlögunum, þeir ná ekkert í mörgum öðrum málum í gegn sko. Nei, maður er svolítið fann að spyrja sig sko bara. Hann vinur minn og nafni, Sigurjón Þórðarsson, hann var að senda mér eitthvað þetta sko. Hótunum að halda þinginu í áframhaldandi gíslingu, segir hann. Já. Hann er áspenntur hvað er alltaf Logi að gera. Hann getur alltaf ekki verið með reglugerð að veita hvað er slatti peningur, þetta er bara 500 milljónir eða eitthvað sko. Þú getur ekki með reglugerð. Nei. Þú verður að hafa lög og lögin renn út, það verður alltaf verið bara framleitt lögin 1 ár í SN. Sem er alveg ómögulegt kerfi sko. Því að sko, þingmenn, stjórnmálamenn hafa hótað sko, fjölmiðlum. Það til dæmis var ekki það var Sigurjón Þórðarsson, sagði við RÚV. Já, hann hótaði mokkanum, hann sagði þess að lækka styrkina. Það var svo vondið við Flokk fólksins. Alveg rétt. Hann sagði þetta ekki alveg svona, en ég meina þannig var þetta túlkað og hann var nú eitthvað að segja að hann hefði ekki alveg sagt þetta svona. Og það var svolítið, sérstaklega svona í janúar, febrúar, það var svolítið svona sláttur á Flokki fólksins að hóta fjölmiðlastyrkjunum. Þetta ekki verið ljós, ég held að það verið snúið fyrir Loga. Ég held að þetta sé ekki eitt af þessum málum sem einhvern veginn rosaleg stemming við að klára. Það var Vigdís Hauksdóttir, þá formaður fjárlaganefndar, sem að sagði við RÚV. Þið vitið, hver ræður. Einmitt.
Herðu, 36 hugsanlega þolendur mansals á Íslandi, það var eitthvað rosaleg rassía hérna og sem að náði út alla Evrópu. Já. Þú ætlar svolítið að fjalla þetta núna eftir. Já, hingað ætla að koma til mín fulltrúar Rauðu regnhlífarinnar sem eru hagsmunasamtök kynlífsverkafólks sem eru hlindarvændi. Já, og tala það sem kynlífsvinnu, ekki vændi. Hérna, þetta umræðan þetta er auðvitað hræðilegt að fólk er selt í mansal, en já, þau hafa svona aðeins aðra kannski sýn á hlutina og við erum öll í því að velta upp öllum hliðum hér. Þannig að hérna þar hafa Drífa talskona Stígamóta var í kvöldfréttum RÚV held ég eða á Stöð 2, ég man ekki hvað það var. Hún var að tala að þetta væri, hún var í Speglinum á Rás 1. Hún var að tala að þetta væri meðal annars konur frá held í Rúmeníu sem eru fluttir hérna að vinna bara einhverja 2 mánuði á einhverju hótelum og svo eru bara fluttar í næsta land. Já, ég meina þetta auðvitað þekkt, það alls konar mansal sem finnst í heiminum og það fátækt fólk sem lendir í klóm þriðja aðila sem gerir það út, hvers konar vinnu sem það svo sett í, en hérna, og þetta auðvitað kannski bara mjög alvarlegt múli. Ég held að það sem að Rauða regnhlífin vilji kannski svona benda á að svona í heild sinni mansal vond, en það þurfum við kannski ekki alltaf að taka þetta kynlífsvinnu út fyrir svega. Það ekki gefið allir sem eru í kynlífsvinnu séu þar af neyð. Séu í mansali. Já. Þú ræðir við þeirra eftir. Það eru 2 fréttir inn í lokin. Það var ólíft í húsinu eftir að ferðamenn elduðu hákarl í Miðstöð. Það var einhvers staðar fyrir austan. Ég held að þetta væri hrefnukjöt og steiktu það með hvítlauk. Hann sagði að nú vika síðan það var og það búið rólyft í húsinu. Það rétt núna sem bara hægt að ná andanum inni. Og hann sagði að hérna hafði engi borðað þetta. Steiktur hákarl með hvítlauk ekki góður matur. Hundarnir áttu þetta. Og þeir eru verið andfúlir. Það eitt í þessu reyndar með hérna svona aukningu ferðamanna hér á Íslandi sem að ég sé að svona samtök grænkera og umhverfisverndarsinnar hafa verið að benda á að það að sko grænlandshákarlinn sem að hefur svona verið étinn hér á þorrablótum og svona endrum og eins, hann allt í einu, hann komin í svona miklu meiri veiði af því að það svo mikil eftirspurn vegna þess að þetta þykir svo mikið sport á meðal túrista og sama með lundan. Að lundin sé hérna veiddur núna í auknum mæli og boðið upp á reykta lunda. Það í útrýmingarhættu. Akkurat. Og hérna, en það nú samt víða á veitingastöðum bara hérna á höfuðborgarsvæðinu þar sem boðið upp á reykta lunda. Þannig að þetta svona ágefni og... Ég má segja einu sögu. Ég nefnilega lent í slag við hákarl. Já, það bara þannig. Þegar ég var á Sólbæk-Tóðuránum þá kom hákarl í trollið. Og það bara meira en að segja það. Við þurfum að skera á trollið því hann náttúrulega var að berjast fyrir lífi sínu, og við vorum að skera á meðan hann lét öllum illum látum. Já, svo enda með hann komst út úr trollinu og þá þurftu að hífa hann sko, með sleppikrók, setti í þannig hann sporðurinn á hann alveg svo erum við að reyna að skuttla yfir hann sko, hérna, og svo tókst það fyrir rest sko, en þetta var sæmileg glíma. Það var flott að geta sest það slegist krók. Já, betur. En varðandi veiðar ég verslast við Bónus hérna í Kjörgarði á leiðinni heim. Þar hákarl í boði. Það nú ekki mikill matur í lítil Bónusbúð. Og bara hérna, getur keypt fisk í raspi og fiskibollur og eitthvað hérna eldislax og svo hákarl. Já, þetta eitthvað sem ég myndi vilja til dæmis og grænkerar myndi vilja sjá hérna umhverfisráðherra kannski skoða hvort það er mikið. Herðu, síðasta fréttina því að við erum aldrei vitnað í Smartland. Núna kemur að því. Valkyrjurnar fallegar í fánalitunum. Það voru þarna þegar þingi endaði að þá voru þær hérna, þá var Þorgerður Katrín var hvít og myndi þá vera þá ísdrottningin líklega. Inga Sæland var rauð eins og eldurinn í fánunum, eða ekki? Það er ís og eldur. Og svo var hérna Kristrún blá eins og himinin. Eða jökullin. Já, nei, það er ekki jökullin hvítur, sko. Nei, það er svona frosinn, sko. Nú, það er að koma 2 ísum hann að fyrir. Bæði blái liturinn og hvíti sé ís. Nei, ég ekki að meina ekki hérna úr vél.
Ég held að blái liturinn í fánanum sé annarkvort þetta heiminin eða hafið. Já. Nema fóruð ekki að segja. Þetta var bara óvart, sko. Var þetta óvart hjá þeim eða klæddu þeir sér upp á svona sérstaklega í tilefni dagsins? Ég held að það verið óvart. Já, þær eru bara svona þjóðlegar í hjartanu. Það er ekki óvart, þá er þetta ótrúlega séð, því að það er svona baráttan hvernig þinglokkin voru, að þá er þetta náttúrulega mjög fínt að lenda í Smartlandi í íslensku fánalitunum. Það er enginn sem fussar yfir því. Þetta eru fréttirnar. Við ætlum að hafa örstuttar auglýsingar og svo ætlum við að tala vændi eða kynlífsverka fólk og það er Margrét Lilja sem að fær hér gesti eftir augnablik. María Lilja, það er gesti eftir augnablik. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rammagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stórafmæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á húnavellir.is og í síma 861 23 19. húnavellir.is. Fulltrúar Rauðu regnhlífarinnar, það er Renata Sara Arnórsdóttir og Ari Logn, verið velkomin. Takk hérlega. Núna höfum við fengið svolítið fréttir af því að hér hafi verið stór aðgerð, hún hafi milli landa, hér hafi verið komið upp um fjöldamannsal og bendir allt til þess að það hafi verið þarna aðilar sem hafi verið gerðir út gert í vændi eða kynlífsverkavinnu. Þetta er auðvitað sláandi að heyra svona. Það er svona ákveðin misskilningur í mörgu svona í þessu samtali og þið kannski eru svona hingað komin til þess að koma ykkar sjónarmiði allavega á framfæri því að það eru fordómar í þessum efnum sem mörgum öðrum. Algjörlega.
Kynlífsiðnaðurinn gerður upp af fólki sem vill vera þar, fólki sem vill ekki vera þar en neyðist til þess af fjölbreyttum ástæðum, oft tengt kapítalisma, og svo fólki sem eru þolendur mansals og vilja ekki vera þar en eru haldin þar af valda meira fólki. Við sjáum það líka í túristageiranum, í byggingaiðnaðinum, í ræstingum, í fegurðariðnaðinum og veitingabransanum meðal annars. Og kerfin okkar þurfa að vera til staðar fyrir alla þessa hópa á viðeigandi hátt. En þegar við tölum mansal, þá erum við að tala ofbeldi sem manneskja eða manneskjur í valdastöðu, svipta fólki með þá minna eða ekkert vald í aðstæðum, af frelsi þeirra til þess að gera það sem þau vilja. Þetta valddýnamík getur orðið til af ýmsum ástæðum, peningaskuldum fyrir flutning á milli landa eða til dæmis hótanir ofbeldi eða aflífun ef þau gera ekki það sem þeim sagt að gera. Alltaf í mansali eru til staðar aðilar sem hagnast á valdaleysi þolendans. Þetta á við kynlífsmansal en líka mansal almennt. Svo það fólk í vændi eða þolendur vændis. Þá erum við að tala fólk sem sjálfstætt en býr við mikla neyð og gerir ákvarðanir sínar undir þvingunum til dæmis stóra skulda, sjálfskaðandi hegðunar og eða vímuefnavanda. Þetta fólk sem finnst hugmyndin að sofa hjá fyrir pening vera á móti þeirra lífskoðun en neyðin bara svo mikil og hjá þessum hóp fær svo mikið af svona internalized skömm að grasserast og þá þau að upplifa internalized skömm en líka skömm frá samfélaginu fyrir að gera það sem þau neyðast til þess að gera oft. Sumir í þessum hóp nota líka kynlífsvinna til þess að lýsa sínum aðstæðum en það persónubundið og svo það kynlífsvinna og þá erum við að tala fólk sem gerir meðvitaða ákvörðun að byrja í kynlífsvinnu. Þau geta vissulega gert ákvarðanir undir þvingunum fátæktar en það að sofa hjá fyrir pening ekki eitthvað sem á móti þeirra lífskoðun. Þó það ríkir ekki internalized skömm hjá þessum hópi. Skömmin getur hins vegar verið eins og hjá öðrum hópum áverpuð af samfélaginu. En okkar áhyggjur eru af þessum rúmlega 200 manns sem lentu í mansali. Já, eða þú veist sem lentu í þessari aðgerð. Já. Og við höfum ekki heyrt neitt þessi rúmlega 160 manns sem voru ekki grunuð að vera þolendur mansals. Og við erum að hugsa hvað varð þau. Voru launin þeirra gerð upptæk í aðgerðunum? Fengu þau peningin tilbaka ef að launin voru gerð upptæk? Voru þau látin standa úti eða frammi á gangum? Eða var þeim gefið, þú veist, aðgengi að yfirhöfnum sínum, var þeim sagt sannleikan réttindin sín, að því við vitum að það ekki oft það sem gerist, eða oft það ekki það sem gerist. Stendur til að brottvísa þeim sem voru innflytjendur að selja vændi eða kynlífsvinnu en voru ekki þolendur mansals. Fá þau endurkomubann, munu þessar aðgerðir vera skráðar á sakaskrá þeirra, lögreglan að fara að sekta einhver þeirra fyrir að auglýsa og var þeim boðið sálfræði aðstoð. Það svo skrítið að ekkert af þessu hefur komið fram í neinni umfjöllun. Og svo það auðvitað þessi 36 mann sem eru grunað að vera þolendur kynlífsmansals. Við vitum ekki heldur stöðuna á þeim, verður þeim brottvísað. Voru peningurinn þeirra gerður upptækur, fá þau hann tilbaka. Ég hef unnið með og fengið að kynnast fjölbreyttum hópi þolenda kynlífsmansals á síðustu 2 árum og nánast öll þeirra hafa verið brottvísað eða það stendur til að brottvísa þeim. Þau voru líka ekki mörg sem fengu einhvers konar framfærslu frá ríkinu og þau sem fengu það þá voru það 10.000 krónur á viku á kort sem dugar sumstaðar og ekki allstaðar. Enginn þeirra sem við höfum þekkt líka sem eru þolendur mansals hafa verið tengt við önnur stuðningsnet í gegnum ríkið og lögreglu. Það skrítið. Það eru lögfræðingar sem þurfa að sinna því og þá þarftu að vera heppinn með hvaða lögfræðingur skipaður til þín af ríkinu.
Já. Þetta svona, sko, þannig að hún alveg tvíhliða þessi umræðan sem að hefur kannski farið mest fyrir í fjölmiðlum af þessum 200 manneskjum sem að yfirvöld óttast að hafi verið seldingað í mansal, voru 36 manneskjur sem að voru grunað að hafi verið seldingað í vændi eða kynlífsiðnað og það svona, já, þeir vilja svona benda á að það, ég meina, hvað með hinn 160 af hverju þessi iðnaður tekið sérstaklega út fyrir sviga, hvers vegna er það verra heldur en að vera seldur í skúra eða inn á heimili í einhvers konar þjónustustarfi eða í veitingageirann? Öll frelsissvipting er röng. Öll frelsissvipting, alveg sama í hvaða iðnaði það er röng og ríkið okkar á að hafa, þú veist, lögin eiga að vera þannig að hagur þolendar í fyrsta sæti. Það á ekki að vera bundið við hvort að þú hjálpar lögreglunni eða ekki, þú veist. Og ef þú hjálpar ekki þá þér refsað. Þú veist, það er ekki hvernig við hjálpum þolendum mansals. Nei, einmitt. En þið hefðu reynað það eitthvað svona athugasemdir líka við það að þetta eru svona stórar aðgerðir og vegum meðal annars Frontex en ég veit að nú Bordes til dæmis hafa verið mjög gagnrýnin á allt sem við kemur Frontex. Já, og það er akkurat það sem mér langaði aðeins að snerta á. Ég fann hérna mjög gott dæmi og það er hérna 14. júní 2023 þá The Adriana, það var bátur sem var að fara frá Líbíu til Ítalíu með hundruðum flóttamanna og hann sökk og gríska svona, hvað segir maður, svona border control þannig eða bara yfirvöld. Search and rescue. Já. Þetta var semst í því svæði. Þetta var bara, ég er að translata þetta allt í hausnum, sko. Ekkert mál. Þetta var semst að dauðlegasta það var svona stærsta mannfall í sögunni. Svona migrant shipwreck, sko. Og það voru 9 manns sem var bjargað og þau voru tekin í fangelsi. Einmitt. Og þau voru sökuð að vera, sem sagt, smyglarar. Þessi sem lifðu af. Já. En líka bara, þú veist, við setjum stór spurningamerki við það, þetta er Frontex aðgerða því að aðalstarf Frontex í Evrópu eins og reynda kom inn á er að halda óæskilegum þolendum Vesturlanda frá landamærum Evrópu. Svolítið svona by any means necessary sem þýðir fólk er drepið. Fólk er skilið eftir út í sjó, þeir sökkva báta. Þau eru skotin. Já, það er bara leyfi fyrir allt ofbeldi til þess að halda óæskilegu fólki frá landamærum Evrópu. Þess vegna er fyrsta hugsun okkar hvenær verður þeim brottvísað er búið að brottvísa þeim, þú veist. En vitið til þess að fulltrúa Frontex sem að sinna einmitt þessum fólksflutningum á milli landamæra, sem þeir færa fólk til heimalandsins eða svona fyrsta ríki sem þau mæta til í rauninni svona samkvæmt Dublin. Vitið eitthvað til þess að þessir aðilar, Frontex og svo bara íslensk yfirvöld og sé einhvern hátt stakk búin að einmitt takast á við svona stort verkefni og á réttum forsendum? Nei. Þau sem sagt notast mjög mikið við biometric data sem er bara að hafa yfirlit yfir útlit fólks og nota það, skrásetja það og síðan fylgjast með eða njósna fólk og sérstaklega á landamærum
og það sem við erum að sjá að innflytjendur og flóttafólk rosa mikið verið að nota sem tilraunadýr á þessum í rauninni njósnunar aðgerðum. Já, og þetta meðal annars notuð gervigreind og þetta allt skrásett, þannig að það í rauninni bara, þú veist, bara svona data centers notuð undir allar þessar upplýsingar allt þetta fólk. Og auðvitað eins og gervigreind þjálfuð af mannfólki. Mannfólk með fordóma. Og þessi gervigreind og þetta þessi algoritmi sem notaður til þess að greina úr myndavélum og svoleiðis hvort einhver sé óæskilegur bara mjög rasískur. Teljið þá að sé meiri líkur að fólk af ákveðnum uppruna lendi í einmitt svona rasíu heldur en bara hvítt fólk úr öðrum Evrópulöndum eða annars staðar úr heiminum. Já, það bara eins og ef þú ert dekkri og hörund, að þá ertu líklegri til þess að vera stoppaður og að, sem sagt, kerfið flaggið þig. Og þegar það kemur sérstaklega að þolendum mansals eða kynlífsverkafólki, þá það rosalega mikið, þetta sama targeting notað á konur sem að koma frá Austur-Evrópu. Það hafa verið notað bara það sem sönnunargögn á landamærunum hefur verið notað til þess að senda fólk tilbaka. Hefur verið notað það að þau með flottan undirfatnað í farangrinum sínum. Það hefur verið notað til þess að segja þetta annarkvort manneskja sem ætlar að gera vænd á Íslandi eða þolandi mansals, þau verða að fara. En hvernig sko, bara eins og með þessar aðgerðir sem hefur verið fjallað mikið í fjölmiðlum og það alltaf ykkur þarna baki, ég meina þegar mansal á sér stað, þá alltaf ykkur þriðji aðili og ykkur samverka menn sem að sjá hag sinn í því, einhvern veginn að selja þá sem fátækari og í meiri neyð á milli landa sem útýrt vinnuafl. Hafið þið eitthvað fylgst með því hvort að það hafi, ég meina, eitthvað raunverulegu gerandi hérna eða þetta bara hópur af fólki einhvern veginn sem sem hérna einhvern veginn sendt í einhverja ánauð en það hefur engin gerandi verið handtekinn eða? Mér finnst mjög áhugavert sko, það sem hefur verið í fréttum nýlega þetta með konuna sem að maðurinn var í rauninni að selja aðgang að. Það var kynlífsmansal. Já, það áttu við falluðu konuna og já. Þú veist, og það gerandinn sem að var að hafa samband við hina og segja, já, þið megið hérna. Og skipuleggja þessar aðgerðir. Og svo sjáum við að bara hann kærður, sakfelldur. Hinn sleppa. Akkur ekki sænska leiðin farin þannig að Einmitt, en lögin okkar ekki það sem að ég ætla að sletta og segja fit for purpose, af því að akkurat núna undir sænsku leiðinni þá refsivert að auglýsa kynlífsþjónustu en það þýðir að þolendur mansals og þolendur vændis að fá á sig háar sektir fyrir auglýsingarnar sínar. Hvernig það að vernda neinn? Þetta líka þannig sko eins og í Bandaríkjunum þegar kom hérna Sesta Fosta Fight Against Human Trafficking að þá var síða notuð mjög mikið af bæði kynlífsverkafólki og af gerendum sem voru að auglýsa þú veist bara fórnarlömb eða þolendur mansals og þau enduðu á því að taka þessa síðu bara alveg niður með þessari löggjöf. Og afleiðingarnar af því var að kynlífsverkafólk sem var að nota þessar vefsíður til þess að geta haldið sér öruggum þau þurftu allt í einu að breyta alveg og margir þurftu að fara frá því að vera independent og inni yfir því að vera úti á götu með einhverja svona pimpa sem að stjórna ferðinni að því að þau get ekki fundið kuna á netinu að því að það engar vefsíður fyrir þau til þess að auglýsa sjálfstætt. Og það var líka erfiðara fyrir yfirvöld og lögreglu að finna þolendur mansals.
að því að nú eru enga myndir, nú eru engin, þú veist, það er engin svona einn staður, ein síða þar sem að þau geta svolítið skannað yfir. Já, þetta er hérna manneskja sem er búin að vera auglýst týnd, þú veist. Þetta var allt farið. En svo í þessum aðgerðum einmitt sem að við höfum verið að fjalla þar hérna, erum við komið með hópa fólki sem að í mjög erfiðri stöðu, 200 manns sem að bara eiga erfitt. Eða við vitum það ekki rauninni. Eða kannski voru þessar 160 manns, kannski voru þau að selja kynlífsþjónustu bara einstæð. Við vitum það ekki, við fáum ekki að vita þessar upplýsingar. En við vitum að það eru þessi 36 sem eru grunuð, en lögreglan og önnur svona samtök sem hafa verið að tjá sig, þau eru frekar opin með það að það er ekki að ganga upp að ná til þessa þolenda. Það er ekki að ná, við erum ekki að ná að byggja upp traust og það er vandamál sem við þurfum að leysa og við leysum það ekki með harðari refsingum. Við leysum það ekki með því að herða á glæpavæðingu. Við leysum það með því að mæta þeim þar sem þau eru, tala á þeirra máli án þess að áætla þeim neitt. Oft þá bara það er þekkt þegar maður er að tala við einhvern sem að gæti verið þolenda mansals, að stundum þarf maður bara að byrja að tala kynlífsvinnu og svo að sjá hvað þau segja, hvernig þau bregðast við, hvað þeim finnst. Frekar en að áætla fólki einhverju sérstöku og sannfæra þau að það sé raunin. Það þarf bara svolítið að fara á hraða manneskjunar í hvert sinn og kerfið okkar eins og það býður ekki upp á það. Það býður svolítið upp á, að því að nú verið að tala svolítið fyrir harðari refsistefnu einmitt einmitt bara kynlífsiðnaðnum bara og og þá talað vændi og maður velta fyrir sér að því að nú hafið þið talað mikið fyrir afglæpavæðingu og þetta stangar svolítið á við það sem að fólk í svona kynlífsverka fólk sjálft segir versus það sem að svo kannski svona aðilar sem að starfa í þolenda kynferðisofbeldis og okkur svona halda fram opinberlega. Við styðjum fulla afglæpavæðingu en við erum svo heppin að hafa rosalega mikið af góðu data frá Nýja-Sjálandi sem hefur núna verið að afglæpavæða í 20 og eitthvað ár og þau sýna fram á það að þegar afglæpavæðing gerist að þá hækkar hvorki tilvik mansals né hækkar aðsóknin í kynlífsvinnu né hækka kaup á kynlífsvinnu. Þannig að tölunar sveigjast á milli svona 5% pluss og mínus í sambandi við mansal og lögleðingu, afglæpavæðingu. Já, þannig að breytingin, það var ekki bara eitthvað allt í einu núna bara Nýja-Sjáland orðið mansalskapital heimsins. Það er ekki rétt. Það er eiginlega bara mjög lítið af mansali og það er mjög vel fylgst með því af því að þau hafa lög sem eru fit for purpose. En hvernig finnst ykkur, nú talað gerendur, þá, yfirleitt karlmenn sem að kaupa sér kynlífsþjónustu og það talað að þeir sæki einhvern veginn sérstaklega í þolendum mansals, þeir sæki í að einhvern veginn vitandi það að þeir eru að brjóta gegn einhverjum, ég skil ekki alveg þetta samtali en þið viti hvað ég er að fara. Það talað þá sem að kaupa sér kynlífsþjónustu sem einhvers konar skrimsli. Finnst ykkur það vera hjálplegt? Skrimslavæðing, við vitum það þegar við erum að tala bara kynferðisofbeldi yfir höfuð að skrimslavæðing hefur skilað rosa litlu og
ef að það eru kallmenn sem eru vísvitandi eins og búið að vera að tala að leita að þolendum mansals til þess að fara á nauðga, þá við ættum ekki að sætta okkur við það að undir sænsku leiðinni séu við heppin að hægt sé að taka á þeim fyrir að kaupa kynlíf. Það óásættanlegt að það eina sem lögreglan vill eða getur gert að refsa þeim fyrir kaup. Sænska leiðin ekki góð ef að það eina góða við hana eru tæknileg atriði eins og ná nauðgara fyrir kaup en ekki fyrir nauðgun. Rót vandans þá kynferðisofbeldið og við þurfum að taka því alvarlega. Lögreglan á ekki að bregðast eins við nauðgara sem sækir út þolendur mansals eins og þau gera við kunna kynlífsverkafólk sem fara ekki yfir mörk, greiða rétt laun og sína virðingu og kurteisi. Þetta eru tveir ólíkir þetta eru tvö samtölu í rauninni sem eru þessi stað en einmitt alltaf talað undir þessum sama hatti og það yfirleitt að það séu þolendur vændis og svo það, ég meina það sem þið réttindasamtökin, Rauða regnhlífin hafi verið að segja að svo eru fólki kynlífsvinnu. En við þurfum lausnir sem að virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra sem að eru að selja, setur ekki heimilisaðstæður þeirra í hættu, lausnir sem koma að rót vandans sem réttindaleysi, fátækt og landamæri sem halda fólki með ákveðin vegabréf utan. Það gerir bara lítið úr þjáningu þolenda mansals og úr sjálfsákvörðunarrétt kynlífsverkafólks að hafa lögin eins og þau eru núna og að hafa hlutina svona rosalega óskýra. Mér finnst líka mjög áhugavert að fólk sé eitthvað að furða sig við því að þolendur mansals séu ekki að koma fram og leita í stuðning eða í úrræði þegar að þeim yfirleitt alltaf bara brottvísað. Aftur þangað þar sem þau græða ekki mikið á samstarfi við yfirvöld í rauninni. En hafið þið kannski bara svona á lokum hefur ykkur leitað til ykkar með ykkar sérfræðiþekkingu og svona, bara svona yfirlit og yfirgrip yfir málaflokkin. Nú hafa svona stofnanir fyrir þolendur kynferðisofbeldis verið mjög áberandi í umræðinu og augljóst að þau hafa verið að vinna náið með yfirvöldum, en hefur ykkur haft samband við ykkur? Nei, nefnilega ekki og við höfum mikla þekkingu frá því að fá að vinna með þolendum mansals. Meinar þá að þolendum mansals? Yfirvöld. Nei, ok. En við höfum verið sett í tengsl við bara marga þolendur mansals sem við höfum getað stutt á bara svona mismunandi hætti og þess vegna finnst okkur svo skrítið að það ekki standardinn að leita til mismunandi félagasamtaka að því að eins og No Borders að hjálpa þolendum mansals. Þú veist, No Borders að styðja þolendur mansals og það bara heppni að þau kynntust No Borders. Það ekki verið að segja fólki hvar þau geta fengið aðstoð. Réttmæta þjónustu. Renata, Sara og Ari Lókt, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og svona koma ykkar sjónarmiðum á framfæri. Þetta var mjög fróðlegt. Takk. Og það meira hér eftir örstuttar auglýsingar. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst
Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Já, Ríkisendurskoðun sendi frá sér skýrslu daginn heilbrigðiskerfið okkar og komst að því að það var allt í messi og það svo sem verið fréttir af því undanfarið, en síðan kom formenn svona fagstéttanna með yfirlýsingu að þarna væri ekkert sem að kæmi sér óvart. Það verið margbúið að benda á þetta. Það sendu frá sér yfirlýsingu Helga Rósa Másdóttir sem formaður Félags íslenska hjúkrunarfræðinga, Sandra B. Franks sem formaður Sjúkraliðafélags Íslands og Steinunn Þórðardóttir formaður Læknafélagsins og Unnur Berglind Friðriksdóttir formaður Ljósmæðrafélagsins, og þær eru hingað komnar, þær síðast nefndu, Unnur Berglind og Steinunn. Velkomnar. Við höfum nú sagt að við rauðaborðið að við tókum undir með það sem við vorum að segja, því að við höfum fengið mikið af fagfólki hingað til þess að fjalla heilbrigðiskerfið og okkar upplifun var það sem að þið voruð eiginlega að segja að ekkert sem að koma fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar þetta komin einum óvart. Þetta er búið að liggja fyrir árum saman. Já, þetta er búið að liggja lengi fyrir og eins og með Ljósmæðrafélagi það var árið 2006-2007 sem við fórum fyrst að benda á það að það væri stórir hópar af ljósmæðrum að fara á eftirlaun og það þyrfti að mennta fleiri ljósmæður og við þyrftum fleiri ljósmæður til framtíðan en það hefur ekki gerst. En það þannig að þarf að mennta fleiri ljósmæður eða það þannig að ljósmæður sem eru menntaðar að þær eru ekki í starfinu heldur eru flugfreyjur á Vá eins og það var sagt á sínum tíma? Nei, ég held að það sé ekki margar ljósmæður sem eru flugfreyjur. Ég veit ekki til þess að sé nein. Við erum svolítið að endast í starfi. Það vantar bara að mennta fleiri? Það vantar að mennta fleiri en svo þurfum við líka að halda í fleiri af því að við erum að missa allt og margar út í veikindi. Þær eru bara að brenna út og bara gefast upp. Sem þá kannski þegar við bara álagstengt á 60 aldur og þá þetta var nú tölvöld fjallaðmynda samband við sjúkraliða fyrir nokkrum árum. Já. Að það var mikil örorka sem var þegar sjúkraliða komnir á svona 60 aldur. Það var líka við ljósmæður. Já, ég hef verið að biðja veikindatölur árlega hjá Landspítalanum og tímabili voru við með alveg 25% veikindi en þannig ekki gerðið greinamunur á langtíma og skammtíma veikindum en það er rosalega erfitt að reka fyrirtæki með 25% veikindi. Og það út af því að vinnuaðstæður eru óbærilegar? Já, það er mjög mikið álag og við erum sérst búin að gera könnun núna 2 ári röð, bæði í janúar 24 og aftur núna 25. Þar sem að stór hluti ljósmæðra er að hugsa að leita sér annarri vinnu og 90% þeirra, og yfir 90% þeirra sem er í vaktavinnu finnst öryggisinn og skjólstæðinga ógnað af því að þeir bara ráði ekki og þeir hafi ekki yfirsýn yfir störfi sína því álægið er á mikið og þetta er ekkit ásættanlegt. Er það vegna þess að það tekst ekki að manni í stöðurnar og þess vegna verið að keyra þetta á undirmönnun allar vaktir? Og svo bætast niður 25% veikindi við, þannig að ef ég mæti á vaktinu og halda sig 3 á vaktinu þá verður bara kannski 1. Ég veit ekki hvernig þeir finna út þetta mönnunamódel og hvernig mönnunarþörfin er metin af því að staðan í dag er þannig að það er ekki þetta að telja fjölda fæðinga og þá þarftu svona marga ljósmæður af því að fyrir hverja konu sem að gengur í gegnum meðgöngu, fæðingu og sængulegu það er að vinna miklu fleiri verk heldur en var bara þegar ég kláraði fyrir 20 árum síðan. Þannig að, hvað segirðu? Á hverju? Kröfurnar eru meiri og það eru ætla sé ekki líka, það eru veikari konur sem eru ólítar í dag sem að kannski gáta ekki að vera ólítar fyrr en það eru líka meiri kröfur og meiri þekking og við getum gert meira í dag. En ljósmæðrum ekki fjölgað? Nei. Mögulega fækkað? Já, ég held það.
En við erum líka sko, þú veist, það virðist vera að það sé fullmannað og þær eru ekki að fá stöður en það er samt ekkert atvinnuleysi hjá ljósmæður. Steinun, Ríkisendurskoðun segir að vanti 30 lækna, er það ekki frekar lítið það? Jú, það er frekar lítið. Það skrýtna tölur að svo vantaði næstu 400 sjúkraliða, það er bara 30 lækna? Einmitt og eftir sem ég best veit þá er ekki einmitt tilneitt mönnunarmódel fyrir lækna heldur. Þannig að ég veit ekki alveg hvaðan þessi tala kemur vegna þess að til þess að geta metið sem svo okkur vanti 30 lækna þá þarf þetta að vera til staðar eitthvað mönnunarmódel. Og ég held einmitt eins og kom reynda líka fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar að það sé hort á stöðu gildi sem er fjárveiting fyrir eða eitthvað slíkt en ekki hvað við raunverulega þurfum út frá þjónustunni og þessum faglegu forsendum og þetta er eitt af því sem við vorum með að benda á í þessari yfirlýsingu okkar að auðvitað þarf að horfa á mönnun fyrst og fremst út frá því hvað þurfa okkar skjólstæðingar, hvaða þjónustu þurfa landsmenn að fá frá fagfólki, ekki bara hvað er ákveðið að veita fjárveitingu í mörg stöðugildi algjörlega óháð þörf eins og virðist svolítið vera því miður að koma í ljós út frá þessari skýrslu og er ekkert sem kemur okkur beinlínis á óvart sem við höfum verið að fylgjast með þessu lengi. En þú ert á því að það vanti miklu fleiri lækna heldur en 30? Það vantar miklu fleiri lækna heldur en 30. Við sjáum það líka bara frá því sem við heyrum frá okkar félagsmönnum króníska undirmönnun og það er að safnast upp hjá fólki til dæmis gríðarleg frítaka sem það bara næri ekkert að taka út. Það eru hundruður, jafnvel þúsundir klukkutíma sem fólk á inni í óúttekið frí og það segir mér náttúrulega ýmislegt. Óúttekið frí er það bara svona eins og sumarliði á venjulegu fólki eða þannig að ef þið vinnið óvinni mikið þá fáið þið frí á móti, það er ekki svoleiðis? Þetta er svona frí á móti vöktum, þannig að maður safnar upp frítökur eftir fyrir ákveðna vakt. Meira frí áttu inni því sem er vermannað og þú þarft að taka fleiri vaktir og þá hlæðst bara upp á þau frí, eða ekki? Akkurat, jú það gerir það og fólk er að hlaupa gríðarlega hratt, það er að safna upp þessu frí, það er aldrei svigrúm til að taka það út, þannig að það er jafnvel að safna upp allt að einhverjum þúsundum tíma, við vitum dæmi slíkt. Og það er aldrei svigrúm til þess að hleypa þessu fólki í það að taka þetta út og þetta er náttúrulega auðvitað frá vinnuverndarsjónarmiði algjörlega galið en þetta segir okkur líka hversu mikill skorturinn er og ef maður horfir, þessi skýrsla var auðvitað fyrst og fremst Landspítalann en ef þú horfir á landið allt þá vant alveg gríðarlega fjölda lækna, ekki hvað síst í heilsugæsluna en eins og ég hef minnst á áður varðandi Landspítalann þá vitum við að Landspítalinn misti á einu bretti 10 geðlækna inn í heilsugæsluna. Þar kom bara samkeppni þeirra starfskrafta og fólk var lúið og það vildi breyta starfsvettvang. Það er það sem ég heyri frá fólki og það var einhvern veginn ekki bætt upp með nokkrum hætti þannig að það heldur bara áfram óbreytt starfsemi inn á geðdeild þó að allt í hennu hafi 10 manns gengið út. Og 10 lækna farnir á deildinni? Já. Og þannig að deildónum, þannig að það er ekki tilneitt sem heitir hámarksfjöldi skjólstæðinga á lækni eða neitt slíkt. Og við hefum verið að kalla eftir þessu mjög lengi og ég menn þetta er augljóst öryggisatriði. Efling fekk svoleiðis inn í samningarnir sína hjúkrunarheimili. Já. Að það væri bara skilyrði fyrir að þeir þyrfti að vera svona margir á vaktinni. Já. Hafið þið fengið svoleiðis? Við hefum ekki fengið það, nei. Okkur ekki? Já, það hefur ekki verið vilji fyrir því. Það hefur verið reynt, það fékkst ekki í gegn. Við hefum reynt ýmislegt í okkar samningum, svo það sé sagt og ekki núna í síðustu samningum þá fengum við inn ákveðna kvöðum það að heilbrigðisráðuneytið færi í að skoða mönnunarmál lækna og reyna að gera spá til framtíðar þörf og mér finnst það bara mjög sérkennilegt að við sem stéttarfélag þurfum að fá þetta í gegn í okkar samningum. Mér finnst mjög eðlilegt að heilbrigðisráðuneytið hafi þessa þekkingu og þá á ég ekki bara við lækna heldur allar heilbrigðisstéttir eins og Unnu Berglind er að segja. Ég meina okkur vantar ljósmæður, það hefur ekki verið brugðist við hérna í hvað að verða 20 ár og maður hugsa, ég meina það er ekki að gera þessa grunnútreikninga, hvað þarf þetta land mikið af þessum heilbrigðisstéttum og hvað þurfum að mennta marga? En Unnur segir að vanti að mennta ljósmæður, þurfum við að mennta fleiri lækna eða eru læknarnir okkar eitthvað stærri í útlöndum eða? Við þurfum að mennta fleiri lækna. Við erum búin að gera mannafla spá læknafélagi sem hefur verið dregin í efa líka stjórnsýslunni vegna sem kemur frá stéttarfélagi en það vantar mannafla spá frá stjórnsýslunni sjálfri þannig að þetta er það eina sem við höfum átt og við börðumst fyrir því að fjölga læknum í læknadeild eða læknanemum út frá þessari spá og sem betur fyrir þá fékkst það í gegn á síðasta kjörtímabili að fjölga í þrepum í læknadeild og við vonum að þau loforð muni standast. Við erum ekki komin alla leið, þetta að fara upp í 90. Ég held að við séum í 75 núna, við séum komin þangað.
En svo fara Íslendingar til Búlgaríu þegar ekki að læra lensfræði? Núna Slóvakía vinsælust, og það fólk, það er gríðarlega eftirspurn eftir þeirra starfskröftum, þau eru til Íslands, okkur sárvantar þetta fólk og það er í rauninni vegna þess að fólk íslenskir nemar fór að sækja þangað til annara landa til að mennta sig sem að kerfið okkar er ekki algjörlega hliðinni. Þannig að það hafa verið að koma tugir lækna frá Slóvakíu, Ungverjalandi og víðar að. En þetta fólk er ekki einu sinni með allt námið sitt námslána hæft. Þannig að það þarf að taka bankalán til þess að eiga efni á öllu náminu. Þannig að það situr svo innilega ekki við sama borð eins og þeir sem læra hérna heima. Og það hefur ekki verið vilji hjá stjórnvöldum enn sem komið til þess að létt undir með þessum hóp sem ég finnst mjög miður vegna svo okkur vantar þau. En getur ekki bara flutt inn lækna og ljósmæður? Ég sá heimildamyndum hjúkrunarfræðinga í Nígeríu og það var mynd af, voru útskrifaðir held ég svona 90 hjúkrunarfræðingar. Ári eftir var ein þeirra störfum í Nígeríu. Allar hinnar höfðu verið sogaðar til Vesturlanda sem að vantaði svo mikið hjúkrunarfræðinga. Þannig að þetta vandamál er búið að vera á Vesturlöndum áratugum saman. Mér finnst ekki að við getum gert það. Nei. Við þurfum að vera sjálfum okkur og mennta okkar fólk hér. Við höfum ekki verið að taka frá öðru löndum þar sem er líka skortur. Ég er bara að lýsa á þetta er vandamál alls þar í heiminum að ríku löndin eru að soga menntaða heilbrigðisstarfsmennina úr fátækralöndum. Og þetta er mjög vel menntað og gott fólk og hæft starfsfólk en við verðum líka að sýna þá samfélagslegu ábyrgð að leyfa þeim að starfa í sínu heimalandi. Ég tek innilega undir það og það er mjög mikil umræða alþjóðlega í alþjóðarsamtökum heilbrigðisstétta akkurat þetta að það þarf að vera ákveð siðferði í því að ráða fólk og einmitt að Vesturlönd séu soga frá löndum sem eru nú þegar mun verðmannuð er ótrúlega en búið að viðgangast áratugum saman. Það hefur gert það og akkurat þetta sem þú ert að lýsa Afríkuríkin ekki hvað síst er alveg ótrúlega illa stödd hvað varðar heilbrigðisstarfsfólk og við eigum bara að geta séð okkur sjálf, það er ekki spurning. En hvar liggur vandaði stundum er umræðan eins og að Landspítalinn er bara svo illa rekinn? Er það vandamálið? Á ég að byrja eða? Ég held að ég get ekki tekið undir það. Þú kannast við þetta. Ég kannast við þessa umræðu. Ég er ekki að semja þetta. Akkurat, og þetta er það sem okkur er gjarnan sagt. Þegar við erum til dæmis að benda á það að Ísland eða stjórnvöld hér er að eyða hlutfallslega litlu af vergri landsframleiðslu í heilbrigðiskerfið, svona ef maður horfir á meðaltal annarra ríkja og við erum töluvert undir OECD og annað, að þá er einhvern veginn kemur alltaf á móti, náttúrulega í fyrsta lega það sé slæmi mælikvarði, við höfum ekki marga aðra og svo líka það sé bara svo mikil sóun í kerfinu, það vantir í raun ekki peninga en ég hef aldrei nokkuð tímann heyrt alvöru rök sem, bara í rauninni lagt á borðið nákvæmlega hvað áttu við með þessari sóun, hvar er hún? Auðvitað er ykkur sóun, það er augljóst, ég meina það er alltaf hægt að gera hluti betur, það er hægt að strömlínulega og ég er alveg viss við getum sparað, en ég held að við verðum að gera það og við þurfum líka að fá meiri fjárveitingar inn í þetta kerfi, okkur vantar peninga og ég held að það sé það sem við erum að fara að komast að. Nýr heilbrigðisráðherra talar það að mögulega þurfum meiri peninga, það þurfum að skoða þetta, ég er bara algjörlega sammála því en það þarf að gerast hratt. Mér fannst hún verið að kalla eftir svona einhverjum aðgerðum frekar en peningum. Hún sagði þetta er eins og þið, þetta er löngu komið í ljós, við þurfum ekki að gera nýja úttekt að vita hvað er vandamálið. En mér fannst það samt hljómaði henni eins og hún var að tala nær því sem ég var að orða núna, að það væri bara eitthvað að stjórnuninni á spítalunum. Ég held að sé mjög erfitt að reka sjúkrahús sem á að sinna öllum landsmönnum og líka vera stærsta eða eitt stærsta hjúkrunarheimili landsins og það hefur bara... Það er erfitt að vera samt að gera það. Já og ég held eins og ég segi að það er ekki fjárveitingar fyrir rekstrinum eins og hann er í dag vegna þess að það er bara, það hlaðast þarna upp verkefni sem eiga heima annar staðar án þess að þau séu bætt. Þannig að það er á minnstakosti ekki mín upplifun að sjúkrahúsi, ég verð ekki verið með mikla sóun innan veggja sjúkrahúsins, auðvitað er hægt að gera eins og segja hluti betur og strömlínulega ferla og annað. Ég vissum að við gætum gert það betur. Kannski var þetta að spara pening með því að manna almennilega þannig að það sé ekki allir á yfirtíð. Já. Það er reitt, það er klárlega eitthvað sem þurfti bara að reikna út og ég efast ekki að það reiknistæmi kemi betur út. Við fórum að menna í betri vinnutíma þar sem átt að
þvinga fólk til þess að auka við sér vinnuprósentu með svona gulrót sem heitir vaktakvatti og ég veit alveg með ljósmæður og hjúkrunarfræðinga og sjúkraliðana líka þau juku sína starfsprósentu til þess að eiga möguleika á svona vaktakvata sem var svona umbun fyrir að vinna fjölbreytta vaktir. Að þetta bara svo ómanneskilegt umhverfi að ætlast til þess að fólk sé að vinna í 90-100% vinnu til þess að fá eitthvað 10% álag á launin sín og vera að rúlla á alls konar vöktum, að fólk hefur svolítið gefist upp á þessu, fólk að fara tilbaka, fólk að minna lægrist prósentu og En ég aftur marga vinnustundur það ekki, það bara hagkvæmara fyrir mig að vera með 50% ljósmóður og taka svo aukavaktir. Já, það hagkvæmara að vera fólk ekki að treysta sér til þess að vinna á fyrirfram skipulögðum vaktum og eins og ég heyri í mínum kollegum að þær vilja frekar vera í 60-70% vinnu, hafa stjórn á því hvenær þær vinna svo hitt, af því að það stöðugt verið að biðja aukavaktir, það vantar alltaf. Á svona fullmönnuðum spítalum þar sem að deildin fullmönnuð og þar vantar alltaf og það alltaf verið að kvappi fólki að vera á aukavaktum en með því að vera í minni vinnuprósentu taka svo aukavaktir að þá stjórna meira sínu vinnutíma, hitt alltaf mikið. Þannig að samningarnir svo eru gerðir til þess að ná utanum þetta að það var ákveð vandamál að fólk var skráð í hlutastarf og en vann hins vegar fullt starf kannski. Að það var reynt að ná utan það. En það var bara, það kerfi var það vildi ekki vinna við þetta. Nei, þetta alltaf mikið álag að vera, fólk bara treysti sér ekki til þess að vera í 90-100% vaktavinnu á rúllandi vöktum. Af því það svo mikið álag að vera á rúllandi vöktum. En nú myndi ég búast að þið myndu báðar halda þið fram að ein leiðin til þess að laga mönnuna væri það bara að borga betur. Það verið bara manneskilegri starfsumhverfi. En þið fóruð í gegnum 2 erfiða samninga og verkvöll og fenguð mikla kjarabætur. Ég man eftir því, það voru eiginlega bara kosningar sem snerust eiginlega að bæta laun lækna. Kom hérna var það 2016 eða 17 sem kom bara ansi góði samningar. 2015. Nú bara stutt síðan og sanna vandamann komin bættur. Hvað það til ráða? Ef þú ekki að borga hærri laun? Við náttúrulega náðum töluverðum árangri í nýjustu kjarasamningunum okkar núna í nóvember að ná allan fram betri vinnutíma fyrir lækna, það var þrautin þyngri. Það var ekki vilji fyrir því, þó að allar aðrar heilbrigðisstéttir fyrir utanendar lyfjafræðinga væri komna með betri vinnutíma fyrir töluvert löngu. En eykur það ekki vandan yfir mönnuna þegar þið fengu betri vinnutíma? Það gerir það auðvitað á vissan hátt, en þá allan fer vandinn kannski meiri yfir á þá sem stjórna kerfinu en ekki á læknana sjálfa. Þú veist, þá búið að setja ákveðna bremsu á álagið okkur og ef þú ætlar að kaupa okkur meira heldur en þetta, þá kostar það yfirvinnu. Þannig að við höfum... Það rauninni dýra fyrir kerfið að ætla að píska okkur út, þannig að við vorum náttúrulega að reyna að setja okkur þá þeim megin borðsins að við hefðum ykkur á stjórn á aðstæðum, því að það var í raun hægt að píska læknum óendanlega út hérna áður. Og ég starfaði sem sérfræðilæknir lengi á Landspítalanum og þar maður í 40 tíma vinnuviku og vaktum ofan á það maður í 100% vinnu. Þannig að 100% vinnu aldrei 40 tímar, alltaf miklu meira. Með betri vinnutíma þá breytist það. Nú telst allt inn í þessa 36 tíma, líka vaktirnar okkar ef við erum í húsinu þar að segja. Þannig að það líka mikið framfaraskref fyrir okkur og vinnuverndarskref. Og það sem við erum að fara að gera núna, og þetta líka frumkvæði félagsins, að við erum að kanna hug lækna erlendis til þess að flytja heim aftur, til þess að reyna einmitt að bæta mönnunina og erum að vonast til þess að þessi samningar sem eru vinnuverndarsamningar og setja ákveðna bremsu á þetta óstjórnlega aðgengi sem að vinnuveitandinn hafði að okkur áður, að það muni vera aðlaðandi fyrir fólk. Og við settum þess að það verkefni inn í kjarasamningin að það veri farið í svona verkefni að hitta fólk á Norðurlöndunum, heyriði hljóðið, kanna hvað þarf til, kynna því þennan nýja samning og vonast á til þess að fólk sjáu hagi í því að flytja heim í meira mæli. En samningarnir ykkar sem að ég gera fyrir minni vinnu, en það ekkert fleiri læknar og þegar þú færð af deildinni að þú skilur ekki bara deildinni eftir mannlausa. Nákvæmlega. Og ég sem forstjóri að ég fæði til þess að koma og þú bara færið hærri laun. Ég býst við að einhverju sem að tala ekki skulda fólki sem kemur á Slóvakíu, þykki það. Já. En til lengdara þá það ekki alveg þannig að sé að kaupa fólk alltaf til bara frá fjölskyldunni og bara öllu lífi. En við erum ekki að vinna meira en við gerðum fyrir. Við erum að vinna þá svipa mikið. Þið vinnum of mikið fyrir. Já, en nú fáum við meira því yfirvinnu. Þannig að við fáum betur borga fyrir þetta og þá sem í kjölfarið þá vonandi vilja fleiri koma inn og það náttúrulega langtíma hugsunin. Við viljum manna betur, við þurfum að vera með samningar sem eru aðlaðandi, þeir voru það ekki, starfsumhverfi var það ekki.
Eftir að við fengum betri vinnutíma þá vonumst við þess að við fáum fleiri lækna inn í kerfið og þeir líka endist betur. En þess að við vorum að sjá alveg svo Unnur að segja að langtímaveikindi og veikindi lækna voru aukast sem alveg nýtt. Það hefur alltaf verið í algjöru lágmarki hjá læknum en við vorum að sjá það skríða hægt og rjúlega upp og okkar sjúkrasjóðir voru bara í vandræðum læknafélagsins. Þannig að það þurfti að gera eitthvað. Og þetta verður auðvitað krefjandi til að byrja með vegna þess að, eins og þú segir, það kom ekki nýju læknar þannig bara leið og samningurinn gekk í gildi. En við erum að kortleggja þennan hóp, hann stór. Það verður rekstur spítalans verri á meðan. Hann verður það. Launakostnaður bara hækkar. Já, en þá að minnsta kosti verið að borga fólk eðlilega fyrir vinnuna sem það raunverulega að leggja mörkum. Vegna þess að við vorum að vinna gríðarlega mikla vinnu og hefðum enga stjórn á því hversu mikil hún var. Nú get ég líka sagt nei við yfirvinnu. Ekki það við gerum það auðvitað ekki, því eins og þú segir, við hlaupum ekkert frá okkar skildum, þetta ekki þannig starf. En það að minnsta kosti... Það getur samt verið þannig að það kannski ætti að vera 2 á vakt og það bara 1. Það það sem að fólk að kvarta yfir, það séu og fáir bara. Og þá veitum ykkur líka, ekki? Já. Og það svo erfitt að lýsa hvernig að vera á vaktinni og þú ert hlaupandi í 8 tíma og þér finnst þú ekki að hafa yfirsýn yfir allt sem þú átt að gera. Þá ertu farin að upplifa og sért farin að ógna öryggi skjólstæðinga þinna og þú kemst ekki á klósettið alla vaktina. Ég tala nú ekki að þú ert ekki að drekka heldur og maður ekki að fá neitt vöku og þá verður fólk líka svo rosalega þreytt og þetta er bara skemmandi fyrir alla að vinna í þessu starfsumhverfi. Og við fórum nú fram á það í okkar viðræðum að ef það væri 1 á vakt sem ætti að vera 2, þá fengi hann 2-fold. Já. Það var nú ekki stemning fyrir því. Nei. En ég meina spítalinn af því hann er vanmannaður læknum og auðvitað öðrum heilbrigðisstéttum og eins og þú segir 30, það er mjög mikið vanmat á mínu mati. Þá ertu líka náttúrulega að spara þessi stöðugildi. Þú ert ekki með þetta fólk í vinnu. Þetta fólk myndi líka að kosta peninga. Þannig að þeir sem þó í vinnu eiga að njóta einhvers góðs af því að það séu þarna ómönnuð stöðugildi. En mögulega kæmi reksturinn á spítalanum betur út ef það væri mannað. Því þá væru flesti bara á dagvinnu eða bara eðlilegu vaktálagi ekki á ykkur svona... Já, þannig að þá eru við búin að koma líka inn með hvata fyrir spítalan að manna betur. En hver á að redda því? Ég meina, spítalinn auglýsir og það bara sækir ínum. Já, þetta er orðið sem mikið vítarhingur. Fólk ekki að treysta sér inn í þetta vinnuumhverfi. Það nýútskrifaðir, þeir sem eru hressir, leiðu fólk fyrir að eldast, að þá fer það að leita í burtu, minka við sér vinnu af því að þetta er bara svo erfitt. Haldið að þessi yfirstjórnin hugsi líka sem svo að þannig hættu 10 gælanar. Ég ætla ekki að flýta mér að ráða því að ég verði eiginlega að spara því að hérna á bakinn á mér sko ráðuneytið og fjármálaráðherra og bara öll ríkisstjórnin sem að fylgist með mér. Það er auðvitað freistandi að hugsa þannig. Haldið að sé ekki þannig? Jú. Það búið að vera þrýstingur á spítalann að spara. Jú, ég bara tek undir með Unni, maður auðvitað hræddur að það sé þannig. Ég náttúrulega ekki í stjórn spítalans þannig ég veit ekki hver raunveruleikinn en ég meina auðvitað þetta sparnaður að mann ekki í stöðugildi og það var meiri sparnaður áður en við fengum betri vinnutíma læknar þannig að við vorum með mitt að reyna að setja þennan þrýsting að mann almennlega og það auðvitað gott fyrir öryggi sjúklinga fyrst og fremst. Auðvitað viljum við halda fólki hér í vinnu og það eins og þú ert að lýsa það bara brenni ekki út og mingi við sig og hverfi. En við viljum líka að þau sem í vinnu séu þannig stödd að þau bara geti sinnt þessu krefjandi verkefnum sem eru. Þegar þú ert alltaf að keyra svona tæpri mönnun, eins og með ljósmæður að það kannski vera 10 á vaktinni og það ein veik og 10 alveg lágmarki, það alltaf að vera að keyra á lágmarkinu, þá þarf alltaf að kalla út aukavakt. Í staðan fyrir að vera stundum hægt að bara vera kannski aðeins mann og ef það vantar eina, þá ekki vera að kvappa í öllum sem eru í fríi. Hvort þeir geti komið á aukavakt af því það líka mjög þreytandi og erfitt þegar þú átt að vera í fríi að þú ert að fá tölvupósta og skilabóð og símtöl og SMS getur komið á vakt. Þá alltaf verið að kippa fólki aftur inn í vinnu þegar það á að vera heima að hvíla sig á milli vakta. Og ætti að vera betra fyrir spítalan að þau væri heima að hvíla sig? Í raun og veru, já, fyrir alla. Það ekki gott að vera með langþreytt starfsfólk. Ég talaði einu sinni við hjúkrunarfræðing sem gafst upp á að vinna á bráðaþjónustu eða bráðadeildinni eða slísarstofunni, hvað hún heitir í dag. Hún, eitt af því sem að var þess valdandi hún hætti, var að hún upplýði það að hún gæti ekki þjónað sjúklingunum. Þannig að hún var eiginlega endirinn á öllum þessu sparnaði í kerfinu. Það var hún sem að þurfti að mæta sjúklingunum og raunverulega neita þeim þá þjónustu sem þeir ættu skilið. Af því að hún bara komst ekki yfir það. Og það var það sem að fékk hana bara til þess að hætta. Og ég heldur sé ekki komin inn aftur. En það líka vont að labba heima vaktinni og vera alveg bara myndi eftir þessu og héldi utan þetta og gati þetta og glimti einhverju og þú veist, þetta líka svo líjandi.
og þetta fær fólk til þess að flýja og minnka við sig og hérna. En þið get ekki redda þessu og yfirstjórn spítalans getur ekki heldur. Hver á að redda þessu? En mér fannst bara af því hún minnist á þetta, það var áhugavert Alma Möller, heilbrigðisráðherra, hefur verið í viðtölum í tengslu við með þessa skýrslu og bent á að það sé mikil innviðaskuld. Hún segir það bara bent út í heilbrigðiskerfinu og nefnir ýmis atriði þar, en meðal annars í stjórnsýslu og hún vil meina að það sé ekki vel mannað, þar að segja að það sé bara fáliðað í heilbrigðisráðuneytinu og þetta sé það stórt og viðamikið batteri að halda utanum að menn séu bara ekki að ná að afgreiða málinu og hratt og ég held að ég verði bara að taka innilega undir það. Þetta var fleiri skrifstofumenn í heilbrigðisráðuneytinu? Já, það þarf að... Ég vil hafa fleiri lækna á góðum. Myndur eyða peningunum í bírókratíu. Eða þá að það sé hlusta meira á okkar fagfólkið. Því að við erum alltaf tilbúin að koma inn með okkar sjónamið og okkar afleggingar, okkar reynslu, okkar þekkingu og við gerum það með glöðu geði og fáum ekki greitt fyrir og það er bara allt í góðu. En okkur finnst alltaf lítið tala við okkur og við þurfum virkilega að ganga á eftir því að við séum höfð með í ráðum að því að við erum með helling af góðum hugmyndum. Og kannski, ég veit það ekki, ég er heldur ekki inn í því hvort það þarf að manna öðruvísi eða fleiri í heilbrigðisráðuneytinu þegar ég er ekki þar starfandi, en það þarf að minnsta kosti að starfa hraðar og skilvirkar heldur það að gera núna, vegna þess að það er mjög mikið af breyting sem við þurfum virkilega að fara í sem bara verð ekki og það líða ár inn og út og á meðan erum við bara í súpunni. Ég er að tala til dæmis stafræna þjónustu, rafræn kerfi, alls konar vottorðafargan sem að heimilislæknar hafa ítrekka bent á sem er algjörlega galið hérlendis og maður hefði haldið að vera einfalt bara að skera á en við bara bíðum og bíðum. Þannig að það er eitthvað í stjórnsýslunni sem gengur of hægt og við verðum að hoppa á allar þessar einföldu lausnir strax vegna sem við erum bara í þannig ástandi. Ég rætt við hérna fæstirlundar og mikið heilbrigðismál. Stundum velti ég fyrir mér að þetta fyrirkomulag sem er núna eins og þess með sjúkratryggingar sem á að kaupa heilbrigðisþjónustu og þar eigi að vera þekking á heilbrigðisþjónustunum til þess að geta verið menntaður kaupandi. En hún er kannski bara að kaupa af, þetta var kannski eðlilegt system í Þýskalandi. Það sem eru kannski 40 landspítalar og miklu stærra batteri. En hvort að þetta sé ekki of þunglamanlegt kerfi á okkur að vera með yfirstjórn í landspítalunum, svo sjúkratryggingar er náttúrulega ekki kannski sem er landspítalan, en svo erum við með heilbrigðisráðuneytið sem að í venjulegu landi á kannski við, er að fást við hellingarspíturum og fleira. Má ekki bara sópa þessu svona saman og sturta þessu bara inn í landspítalan og Nei, þið kannist þessu umræði sem var hérna fyrir ykkur þegar var hérna, hvað hétta svona miðlæg hérna mentastofnun í Reykjavík og þá voru kennararnir og skólastjórarnir að segja við viljum bara fá þetta inn í skólana, við viljum fá 2 stuðugildi hver í staðin fyrir að það sé búið til eitthvað svona miðja þarna sem er eiginlega allt of stór miðað við hvað þetta er umvel lítið í okkur. Þannig við ættum bara að vera góðið að reka stofnanir en við getum ekki búið til eitthvað svona einhverja hírakíu það sem allir að fylgjast með öllum. Þú veist, heilbrigðisráðuneytið á að fylgjast með sjúkratryggingum og sjúkratryggingar eða fylgjast með yfirstjórn Landspítalans og yfirstjórn Landspítalans segja að fylgjast með ykkur og endanum, þú veist, það fjölgar ekki fólkinu sem er á gólfinu en það eru bara bírókratían verður alltaf stærri og stærri. Já, náttúrulega sjúkratryggingar eru ekki að fylgjast með Landspítalanum en hérna sjúkratryggingar kaupa í raun og veru þjónustu af heilbrigðisstarfsfólki sem gefur heilbrigðisstarfsfólki tækifæri á að vera sjálfstætt starfandi og það held ég að bara heilbrigðisstarfsfólk, það verður að hafa þetta svigrúm. Þú getur ekki hérna eins og bara með heimaþjónustu ljósmæðra. Sjúkratryggingar kaupa þessa þjónustu af okkur. Við erum að veita alveg frábæra þjónustu í 10 daga eftir fæðingu. En það er önnur skýrsla það að sjúkratryggingar get ekki annað því sem þau að gera vegna þess að hún er undirmönnuð. Þannig hún eiginlega getur ekki sami við ykkur af því hún veit eiginlega ekki hvað þjónustu er að veita. Já, það er alveg eitt batteri en bara þetta, við erum að veita þessa frábæru þjónustu í 10 daga og þessi 10 daga þjónusta, hún er helmingi ódýrari heldur neitt sólarhringur inn á Landspítalann. Þannig að við erum í raun við erum að spara fyrir kerfið með að veita þessa þjónustu og gefa heilbrigðisstarfsfólki auki val á hvar það vinnur sem mann náttúrulega fyrir sérfræðinga. Þú vilt ekki vera bara fastur í að þurfa að vinna bara á einum stað. Við getum gert þetta án þess að hafa sjúkratryggingar. Við getum bara, heilbrigðisráðuneyti getur verið bara með hálfstagsvinnu við að gera þennan samning. Já. Ég er bara að velta fyrir mig hvort að við séum að búa til of hátimplað kerfi sem á kannski við milljóna þjóðir að því við erum bara til að fá hérna. Þetta átti náttúrulega að vera fókusari þegar sjúkratryggingar voru stofnar því við vorum upphaflega undir Tryggingastofnun ríkisins og ég held að það hafi nú ekki verið betra batteri heldur sjúkratryggingar að eiga við.
Herðu, þetta kannski ykkur, er gaman að reyna að fjalla þetta í framhaldinu vegna þess að það að búa eiginlega til svolítið nýtt kerfi eða þú veist, láta þetta ganga. Það einhver sem þarf að vera með sín yfir þetta hvert eigi að fara og ég býst við Alma alltaf að bjóða sig fram með það, að geta lesið hvað þarf að gera og búa til fjölþæða þetta rannsóknir við að efla menntun og bæta starfsskilyrði og fá auki fjármagninni til þess að reka Landspítalann, að koma honum yfir á hvernig hann sem gerir rekin frá hendi til munns í einhverju panik og neyðar ástandi alla daga sem gengur ekki. Þannig að Og ég held að grundvallar verkefni sé bara að kortleggja kerfið almennilega, þess að það alveg merkilegt að við vitum ekki hvaða þjónustu þurfa landsmenn og hvað kostar hún og hver á að veita hana. Nei. Bara þessi grundvallar, það hefur engin svarað þessari grundvallar spurningu. Svo erum við bara meðan við vitum það ekki, þá veit ekki hvernig við ætlum að stýra þessu. Og ég að hugsa, við erum með 14 ljósmæður sem útskrifist núna í vor og það bara innan við helmingur þeirra sem að fá fastráðningu inn á Landspítalanum því það á að vera full mannaðar en það vantar samt 14 ljósmæður. Ég veit ekki hvaðan þessi tala kemur, upp og hvað hatti hún að dreigja. Það sem að Ríkisendurskoðun fann. Herðu, Unnur og Steinunn, takk fyrir að koma hingað og ræða þessi mál. Við ætlum að halda áfram að ræða heilbrigðismálin í framhaldinu. En nú ætlum við að vinda okkar kvæði í kross. Ég ætla að hringja til Sómalíu. Já, við ætlum að slá á þráðinn allar til Sómalíu. Þar Helen Ólafsdóttir, öryggissérfræðingur sem oft hefur komið hingað að rauðaborðinu. Blessuð Helen. Sæll og blessaður. Já, það ekki oft sem að við erum að tala við fólk í Sómalíu, þannig ég verði eiginlega að byrja á því að spyrja hvað þetta gerir í Sómalíu. Já, ég ráðgjafi hérna fyrir eina stofnun af Sameinuðu þjóðunum og ég að reyna að hjálpa stjórnvöldum. Nú ég sérst á stað sem heitir Baidoa sem í suðvesturríki í Sómalíu og svona í miðjunni á Sómalíu og þar við að horfa á hvernig við getum farið bara hreinlega inn með bjargir fyrir fólk og á svæðum sem hafa verið áður undir Al-Shabaab ekki lengur undir svæðum Al-Shabaab sem svona þessir violent extremism, ég veit ekki hvað ég á að kalla það og þetta eru svona hryðjuverkasamtök sem stjórna hér stórum svæðum. Hér eru sem sagt bæir og sem hafa verið undir þeirra stjórn jafnvel kannski einhver 10-20 ár en eru núna sem sagt undir ríkisstjórninni. Ég að reyna að hjálpa þeim að koma inn með fleiri bjargir vegna þess að svona verður ekki unni með sem sagt hervaldi heldur verður að ná til fólksins með því að gefa þeim almennilega þjónustu og byggja upp frið með því að fólki hafi einhverja rödd í sínu samfélagi sem sagt eftir að Al-Shabaab hefur verið ýtt út úr þessum svæðum. Þetta stórt verkefni, þetta eru gríðarlega mörg svæði sem að ræða, þannig að við erum svona að fara eftir bara, þetta alveg óbúslega erfitt vegna þess að það náttúrulega ekki mikill peningur í Sómalíu. Þannig að hvað gerir samfélag sem á raun ekki mikinn pening til þess að þjónusta fólki sitt en einhvern veginn verður nú samt að finna lausn á þessu svo fólk fái vatn og geti veitt sér einhverja lífsbjörg og hér líka hamfarahlýnun og hræðilegar ástæður þess þannig að það ekki bara terrorismi. Þetta eitt erfiðasta samhengi sem ég hef unnið í allt mitt líf þannig að nú eru áskorunarnar, skulum segja. Það fátækt og það hamfarahlýnun og svo Sómalía eins konar fallen state eins og sagt hefur verið. Þannig lögleysa sem að ríkir í stórum svæðum og ekkert öryggi fyrir íbúana. Akkurat. Og þetta ég búin að vera að koma hérna síðan 2013 þannig að ég þekki alveg vel til og unni mjög náið með stjórnvöldum hérna í mörg ár en það einhvern veginn svo að það bara, þetta hringrás og það hefur einhvern veginn, það hefur verið alltof mikil, linsan hefur verið alltof herlæg og ég held að fólk sé að átta sig á því að þetta vinnst ekki með hervaldi, þetta vinnst með því að ná til fólksins og gefa því einhverja möguleika þannig að það sjái og vilji tilheyra frekar þá samfélaginu sem tilheyra stjórnvöldum frekar en kannski undir Al-Shabaab sem að reynir stjórna með ógnarstjórn
og ekki mikil tækifæri í því samfélagi, hvort sem það er menntun eða nokkuð annað sko. Þannig að þetta er fólk sem hefur lifað vel við hryllilegar aðstæður, en það gengur rosalega erfiðlega að koma til fólksins bara almennri þjónustu. Og svo alltaf yfirvofandi öðru hverju hungursneyð og það eru flóð og það eru þurrkar. Þannig að og það nýta náttúrulega þessir öfgamenn, þeir nýta sér svoleiðis aðstæður. En það er alltaf von. Þeir sækja fram þegar það hungursneyð eða þegar það einhver vá fyrir dyrum og þá sækja þau fram. Ég gera það, já. Svo bara alls konar aðrir þættir, þetta náttúrulega eins og fólk veit, þá Sómalía á mjög strategískum stað, hvað var það landfræðilega, náttúrulega við Rauðahafið og muna flestir kannski eftir margir tengja Sómalíu við sjóræningja og það eitthvað sem að hér var til dæmis fyrir löngu síðan var mjög sentralist svona stjórnvöld. Svo bara búin að vera lögleysa hér alveg þangað til 2013, 14, 15 og það enn langt í land, skulum segja það bara. Það enn stór svæði sem að heyra undir Al-Shabaab og svo ýmis átök í kringum auðlindir, vatn sérstaklega og svo bara þetta fullt af nágrunum með allskyns svona, við skulum segja, það eru margir nágrannar hér, það eru alls konar aðilar, hvað sem það Tyrkir eru hér, Eþíópía hér, við erum með UAE, Sameinuðu Arabafurstadæmin dæminu hérna, Katar eru hérna, Kínverjar eru hérna, Bandaríkjamenn eru hérna, hér eru allir. Herðu, ég ætlaði að ræða við þig kannski svona Ísrael, en tilefni var eiginlega að Ursula von der Leyen, formaður framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á leiðinni til Íslands og það hafa verið mótmæli, hvet stjórnvöld Íslandi til að taka ekki á mótinni út af afstöðu hennar sérstaklega og Evrópusambandsins til Gaza. Getur þú útskýrt fyrir mér hver raunverulega afstaða Evrópusambandsins og Úrsulu til þjóðarmorðsins á Gaza? Já, þetta óheppilegu tími að vera að bjóða þessari ágætu konu heim til Íslands. Ég skil hvernig kannski flokkur í ríkisstjórn sem með það á sínu agenda að starta viðræður við Evrópusambandið. Ég skil alveg að það sé eitthvað svona hafi legið á bakvið það að fá hann í heimsókn og styrkja og það kom nú einhver yfirlýsing sem ég reyndar verið að leita af en ekki fundi núna. Það sem var einhvern veginn sagt að Ísland myndi taka upp meira að samræma sína utanríkisstefnu með Evrópusambandinu síðan ég hef hefur þetta horfið, ég finn þetta ekki lengur en mér sýndist líka ráðherra síðan segja í hvað sem var í Morgunblaðinu eitthvað, nei, við værum nú ekki að fara, við værum með okkar eigin utanríkisstefnu. En þarna henni boðið til Íslands og það held ég, þeir sem eru virkilega að fylgjast með ástandinu í Ísrael og svo í Palestínu og eru búin að fá algjörlega upp í kok af aðgerðaleysi bæði Evrópusambandsins og ég tala ekki bara Bandaríkin er náttúrulega bara með sig. Þau eru bara með í þessu og eru að reka þetta þjóðarmorð þannig að Evrópusambandið sem byggir á alveg svona grundvallar bara prinsipum í kringum mannréttindi. Það sem að hefur gerst með von der Leyen það að hún þegar að 7. október eftir að það gerist þá fer hún strax niður til Ísraels og það gerðu það reyndar mjög margir þjóðhöfðingjar á þessum tíma eða representantar frá einhverjum ríkisstjórnum meðal annars utanríkisráðherra Bretlands og fleiri sem flugu strax til Ísrael til þess að lýsa yfir stuðningi við Ísrael en hún gerir þetta og við sem höfum fylgst með þessu hernámi í kannski einhverju áratugi við vissum það fyrirfram að þessi skilyrðislausi stuðningur við Ísrael myndi hreinlega gefa þeim bara þetta græna carte blanche til þess að fara með offórsi inn á Gaza vegna þess að þeir voru náttúrulega búnir að sprengja Gaza
í nokkur skipti áður með hryllilegum afleiðingum. Þannig að það svo mikið þannig að þess að hlaupa til og ég held að allir hafi orðið svolítið sem, eins og ég segi, sem fylgjast með þessu og hafa samúð með Palestínu og vilja þetta hernám að það sé afnumið, að horfa á hvern leiðtogann á fætur öðrum, hlaupa upp til hand og fóta með stórkostlegar yfirlýsingar þegar við hin sem erum búin að, eins og ég segi, fylgjast með þessu í mörg ár, vitum alveg að Hamas verður til út af hernáminu. Og maður svolítið þreyttur á þessu bara styður Hamas. Ég styð ekki Hamas frekar en ég styð Hezbollah, frekar en ég styð Talibana. En ég skil alveg ástæður fyrir því af hverju til dæmis Al-Shabaab til hérna. Ég skil ástæðuna fyrir því að Hamas verður til og af hverju þeir hreinlega vinna kosningarnar. Þetta undan hernáminu runnið og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að 7. október var hryllilegur og það sem að verður að taka fram það að Hamas fremur ákveðin stríðsglæpi þegar þeir drepa saklausa borgara. En faktist, og þetta er nefnilega maður verður, annarkvort hefur maður áhuga á alþjóðalögum eða maður bara í kreddunni. Og alþjóðalögin nefnilega segja að Palestínumenn inn á Gaza sem undir hernámi hafa lagalega séð fullkomin rétt á því að rísa upp og berjast gegn hernáminu. Þannig að þeir í rauninni, samkvæmt alþjóðalögum 5. ok, mega ráðast á ísraelska herinn sem partur af þeirra til þess að berjast gegn hernáminu. En leiðu þeir náttúrulega drápu óbreytta borgara, þá það stríðsglæpur. En að ætla að slíta þetta bara úr samhengi við einhverja 70+ ára hryllingssögu, þar sem hafa verið Ísraelar hafa orðið völdur af fjöldamorðum, oftar en einu sinni, við erum að tala fjöldamorð, bara ekki 1948, bara þá. Það var 700.000 mann sem var rekið út. Nei, það búið að vera alls konar og líka inn í Líbanon. Þannig að við sem horfum upp á þessa vondilægin, fljúga til dæmis niður og lýsa yfir þessum eindregnu stuðningi og ég held líka þegar ég hugsa tilbaka vegna þess að stjórnvöld í Ísrael voru rosalega fljót að gefa út mjög dramatískar yfirlýsingar sem að Evrópuleiðtogar og þeir sem voru að afsaka það vildi einhvern veginn, þeir eru náttúrulega langt undir fyrir niðri og þeir eru ekkert að meina þetta, en Guði minn almáttur, hvurslags einfeldningar eru þetta? Ísraelsmenn sögðu nákvæmlega hvað þeir ætla að gera. Þeir sögðust ætla að loka fyrir allt vatn, það engum mat hleypt inn, allir á Gaza væru í Hamas, væri engin saklaus inn á Hamas, ekki einu sinni börn, og þeir sögðust ráðherra ríkisstjórnar Netanyahu sögðust ætla að bara flæma alla út og taka yfir Gaza. Þetta var ljóst frá upphafi og þegar maður horfir upp á leiðtogana með þessar yfirlýsingar, skilyrðislausar yfirlýsingar stuðning, þessar skilyrðislausan stuðning, þá óbeði manni, vegna þess að við hinn vorum að setja þetta náttúrulega í kontekst. Já, og vandarlegin hljópi upp, en það sem var kannski krítikin á hana það hver hún? Hún framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, en hún hefði í rauninni, utanríkisstefnan ekkert eitthvað prívat mál framkvæmdastjóra Evrópusambandsins. Utanríkismál eitthvað sem að löndin þurfa að koma sér saman og enda fekk hún mjög og hefur verið gagnrýnd af sérstaklega Spáni og ég held líka Írlandi og gott að það ekki Slóveníu, en svo við tölum nú ekki Evrópuþingi, þeir sem fylgjast með Evrópuþinginu, það rosalega, hún var rétt að því að standa af sér vantraustartillögu bara núna nýlega. Þetta er kona sem er að bjóða í heimstókn núna. Sú tillaga var ekki þetta mál, hún var eitthvað annað eða ekki. Já, en það bara sýnir það að vald hennar fer þverrandi og þeir sem fylgjast með Evrópuráðinu, þeir sjá hvaða eru fleiri og fleiri þingmenn farnir að taka undir það að það verða að fara að gera eitthvað á Gaza. Hún rekur stefnuna og virðist reka stefnuna og hennar stuðningur við Ísrael, hann kannski kemur út frá hennar þjóðerni en hún þetta er búið að vera, manni hefur ofbúið tvískunningurinn vegna þess að fólk horfi síðan upp á hvernig hún beiti sér í stríðinu, innrás Rússa inn í Úkraínu. Það er það sem manni finnst ógeðfeldast í þessu, tvískinnungurinn.
Og það ekki bara Evrópusambandið, það mætti gagnrýna Evrópusambandið fyrir að hafa ekki brugðist við þjóðarmorðinu á Gaza og þennan tvískinning sem þú ert að nefna. En það sérstaklega við hana því að það voru fleiri sem voru með sambærilegri yfirlýsingar þarna í október fyrir 2 árum eða ekki, að Ísraelsmenn hefðu rétt á því að verja sig og bæri skylda til þess, það sögðu allir. En síðan hafa margir á Vesturlöndum svona snúist að einhver leyti hugur frammi fyrir þessum óhugnaði sem á sér stað. Það reynda nær ekki upp í æðstu völd í ríkjunum en samt má heyra tóni á Írum og Spánverjum og fleiri ríkjum. En það ekkert að sjá á Ursulu von der Leyen að hún sé eitthvað að gefa eftir í stuðningu sínu við Ísrael. Nei, því hún kemur út eftir að það algjörlega ljóst hvernig ástandið og þetta orðið mál fyrir alþjóðadómstólnum sem mögulegt þjóðarmorð. Það búið að gefa út bráðabirgðaúrskurð hjá alþjóðadómstólnum sem ætti að skilyrða ekki bara Evrópusambandið heldur öll lönd sem við erum partur af Sameinuðu þjóðunum, Ísland partur af Sameinuðu þjóðunum. Alþjóðadómstóllinn hefur gefið okkur ýmis ordrur það, til dæmis þeir eru búin að segja það að þetta hernám náttúrulega kolólulegt og því fylgja ýmsar skyldur sem að við í rauninni erum ekki heldur að gera neitt í. Við erum ennþá með ísraelsk fyrirtæki til dæmis sem að vestlanda á Íslandi sem tengjast inn í hernámið og það samkvæmt úrskurði alþjóðadómstólsins ætti ekki að eiga sér stað. Þannig að Evrópuríkin eru að fara á sveig mjög víða vegna þess að öll tólin eru til staðar til þess að setja á Ísrael viðskiptaþinginu, það ekki spurning. Og þegar hún fer síðan inn aftur og endurtekur þessa skilyrðislausu afstöðu, stuðningsyfirlýsingu að þeir hafi rétt á að verja sig þegar þeir eru búin að drepa 50.000 manns og það vofir hungursneyð yfir Gaza. Þetta er svo klikkað, og manni líður bara eins og þessi gaslýsing skilurðu frá evrópskum leiðtogum mörgum hverjum að einhvern veginn að láta eins og það sé bara ekki þjóðarmorð í gangi. Við erum að tala það að þetta ekki lengur debatt. Þeir sem fylgjast með Francesco Albanese sem sérstakur skýrslahöfundur Sameinuðu þjóðanna sem að Bandaríkjamenn eru meira sem búin að hugsa þér. Hérna manneskja sem hún bara að tala alþjóðalög og það búið að setja það búið að setja embargo á hana hérna í Bandaríkjunum. En þetta bara það búið að snúa öll á hvolf. Þetta alveg eins í Breitlandi þar sem ég eigði mestum tíma mínum. Þar erum við að tala það að það verið að handtaka fólk á níræðisaldri af því að það að mótmæla þjóðarmorði af því það segist standa með Palestine Action sem eru aðgerðarsamtök en eru náttúrulega búið að segja sem séu bara terroristasamtök og það ekki. En aftur á von der Leyen, það þessi, maður fær bara, þetta bara hryllir við þessu að það sé í axvalt hægt að standa svona rosalega með Úkraínu, réttilega það, en síðan að þeir eru búið að myrða þúsundir barna og það verið að engin matur og ég veit ekki hvað, þá hún ennþá að lýsa yfir þessum stuðningi og þá var það reyndar sem að þeir létu margir heyra í sér, einhver aðildarríki sem að höfnuðu því og sögðu og bentu á að þetta væri ekki hennar jobb að vera með utanríkisstefnu Evrópusambandsins. Þannig að þetta já. Þessi stefna hennar svo hörð að íslensk stjórnvöld sem að vilja kannski ná upp einhverju svona upptakti að því að þau hafa heiti því að hér þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að Ísland ætti að sækja Evrópusambandið. Finnst náttúrulega eitthvað fengur að fá formann framkvæmdastjórnar hingað. Ég held að ætla að fara til Grindavíkur, kannski gefur einhverju yfirlýsingu það að ef Ísland hefði verið í Evrópusambandinu þá hefðu Evrópusambandið komið til stuðnings við hamförunum sem að þar voru. Þannig að hugmyndin líklega eitthvað slík. En þú á því að þessi afstaða von der Leyen gagnvart þjóðarmorðinu sé svo afgerandi og stuðandi að það sé eiginlega ekki hægt að bjóða henni til Íslands út af þessu að með því eru Íslendingar raunverulega að taka undir það hennar afstöðu til þjóðarmorðsins að það sé ekki þjóðarmorðana og ef það er þjóðarmorða þá eigi Ísrael bara rétt á því að fremja það.
sko, hún náttúrulega framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, þannig að hún náttúrulega flakkandi alla Evrópu sem sá yfirmaður. En sko, við þurftum ekkert að vera bjóðinni akkurat núna, eins og ég segi, þetta náttúrulega pólitíska ákvörðun af bjóðinni og eins og þú segir, þarna liggur að baki eflaust þessi óskhyggja að starta einhverjum samningaviðræðum aftur við Evrópusambandið og fá bæinn frá Evrópusambandinu. Ég skil það, ég bara vildi að þetta hefði verið annar tími vegna þess að við erum að tala það að þjóðarmorðið núna og vitandi afstöðu hennar, þjóðarmorðið núna á Gaza sko eiginlega, það er eiginlega komið á ystu nöf. Og við vitum ekki alveg hvað að fara að gerast á næstu dögum, annað en það annarkvort erum við að fara að horfa upp á 100.000 manns að fara sko að deyja eða þá að það verður inngrip sem sko svo skelfilegt að eins og ég segi, bara svo við förum bara örlítið í það sko að því að þess vegna ég bara undirstrika af hverju erum við svona, þú veist, pissed off yfir því að það sé verið að bjóða þessari konu. Af því maður verður að setja þetta í sko kontekst við það sem að gerast á Gaza. Þeir sem fylgjast með þessu sko hryllingurinn, hann svo ólýsanlegur að það er engin orð hægt að segja lengur það sem að gerast þarna. Að þegar að sko einhver bókus hjálpar átfitt sem rekið af einhverjum málaliðum, bandarískum málaliðum, eru skjótandi fólk sem að reyna að ná sér einhvern mat af því það sveltur fólk heilu hungri. Sko við erum að tala það fullt af fólki sem eru ekki borðað í marga daga. Og það að leggja líf sitt í hættu þarna til þess að reyna að fá einhvern, þú veist, poka af hveiti, guð minn góður, og hvað, ferðu svo með hveiti og svo þurft að byrja því að fara að búa til brauð. Og svo ýmislegt að þessu hveiti, þú veist, drónýtt og þetta hryllingur. Og sko, ég persónulega þekki fólk sem að vinna fyrir UNRWA og ég persónulega þekki fólk sem að vinna inn á Gaza fyrir aðrar Sameinuðu þjóðastofnanir og það rosalega erfitt að bara, þú veist, hvað segir maður? Af því við erum að bregðast þeim svo rosalega. Þess vegna finnst mér að bjóða von der Leyen núna akkurat á þessum tímapunkti vegna þess að það vita mál að ef að okkar utanríkisráðherra og forsætisráðherra ætla að hafa hana svolítið góða og komast svona inn í eitthvað huggulegt samband með Evrópusambandinu þannig að hún fari svona að liðka til fyrir þessum viðræðum sem að náttúrulega á dagskrá Viðreisnar. Þá erum við að tala það að við verðum að sennilega, ef við ætlum ekki að styggja hana, þá hljótum við að verða ekki að taka undir mál Sameinuðu þjóðanna sem að grátbiður aðildarríkin að gera eitthvað. Þú veist, við verðum þá að selja prinsipin okkar svolítið eins og við gerum með Bandaríkjamönnum. Þegar við tölum það að Bandaríkjamenn séu okkar svona, þú veist, þegar okkar varnarstóðir eru byggðar á Bandaríkjunum, að við erum vísvitandi ekki að styggja Bandaríkin en með því erum við líka í raunin að kvitta undir að alþjóðakerfið skipta okkur ekki lengur máli og alþjóðalög skipti ekki lengur máli. Heldur það svo stóri sem ræður. Þannig að mér finnst þetta ömurlegu tími að bjóðinni akkurat á þessum tímapunkti. Hann óheppilegur í alla staði. Ég hefði viljað sjá þessu konu bara fara úr Evrópusambandinu sem æðsti yfirmaðurinnar vegna þess að þetta ekki tækt. Þetta og það bara núna í dag sá ég að þá voru sko, ég held einhver 12 samtök held ég alveg örugglega, en svona frá Ísrael. Mannréttinda samtök frá Ísrael voru að senda Evrópusambandinu erindi, utanríkis Kallas voru að senda erindi bara að grátbiðja það, að benda á það að Evrópusambandið að brjóta sín eigin lög og undirstoðir mannréttinda í Evrópusambandinu með því að taka ekki á þessu og setja til dæmis þá væntanlega allavega einhverjar aðgerðir gegn Ísrael. Það ekkert búið að gera, hugsaðu þér, búið að drepa, þú veist, það þetta talað sko, það talað einhverja 50-60.000, en ég meina talan þetta, við erum bara að tala eitthvað fólk sem hefur farist í einhverju rústum, heldur sem margir búin að deyja hungri, fá ekki lyfin sín, nýrnasjúklingar, krabbameinssjúklingar, börn, að drepast bara því að fá ekki formúli, þetta á eftir að vera einhver 200.000 manns og það, sko ef við tölum bara töluna, miðum þetta við Srebrenica, þetta komið langt yfir það, sko. Þetta er kannski ekki Rwanda sem var 1.000.000, en ég meina, þú veist, og það náttúrulega búa fleiri í Rwanda, en ég meina, við erum samt að tala að þetta er kannski orðið 10% af þjóðinni sem verður bara drepin. 10%! Þannig að já, maður svolítið svektur yfir þessu, því það áttur að verða rauði dregill fyrir konu sem að í rauninu, og ég ætla bara líka að bæta einu við, mann svolítið niður fyrir, sko.
að von der Leyen, ég meina, sko ég get alveg sagt, Albanese, sérstaklega skýrsluhöfundur í málefnum Palestínumanna fyrir Sameinuðu þjóðirnar, hún er búin að gefa skýrslu þar sem að hún sýnir nákvæmlega hvaða fyrirtæki eru samsök í þessu þjóðamorði. En ég get alveg sagt þér það að mjög fljótlega og það ekki langt í það að það verður líka farið að halda yfirlit yfir þá leiðtoga, þá þjóðarleiðtoga og þá sem að studdu hreinlega þetta þjóðamorð eða komu í veg fyrir það. Vegna þess að það er þannig að það hefur komið inn á borð til von der Leyen, skilst mér, frekar en Kallas, erindi að endurskoða býtunum við þessar erindi ekki að brjóta á í rauninni gildum Evrópusambandsins og reglum Evrópusambandsins að þeir eru ennþá sá vantanlega í viðskiptasambandi við Ísrael. Og það var einhvern veginn, því var ýtt undir teppið, sko. Það var ýmislegt þetta að koma í ljós og þeir leiðtogar sem hafa verið helstu klappstýrur Ísraels í þessu, sem eru sérstaklega von der Leyen en líka til dæmis Bretar, að þetta á eftir að koma í ljós og þessir leiðtogar munu fá, ég veit ekki hvort þeir fá að svara fyrir því að hag, skilur, en þetta verður ekki gott legacy. Og það sem ég hefði vilja sjá að íslensk stjórnvöld færu bara að vera svolítið, þú veist, það eru skyldur, við erum í mannréttindaráðinu í Sameinuðu þjóðunum. Það væri bara óbóðslega gott að sjá ráðherrana bara huga að alþjóðalögum vegna þess að Ísland sem smáríki byggir allt sitt á því að þessi lög, að það sé ekki bara villt af vestri. Byggjum okkar bara tilvist á því að það sé einhver regla í alþjóðakerfinu og einhver lög sem vernda okkur. Þannig að það Sökin þeir sem eru náttúrulega fremjað þjóðamorðið, þeir sem að styðja það, og síðan líka sök þeirra sem að gerðu ekki allt í þeirra valdi til að koma í veg fyrir það. Og þögnir sama á samþykki. Það nú bara málið, sko. Þú varst að tala á þann að því þú hefur starfað á átaka og hungursvæðum og hörmungarsvæðum og þú varst að tala að þarna væri fólk sem hefði ekki borðað í marga daga. Ég var að velta fyrir mér, þegar þú horfir á umræðuna sem á sér stað kannski á Vesturlöndum, finnst þér svona umræðan ástandið á Gaza vera einhver leyti svona léttvæg eins og að í fréttum þaðan eða umfjöllum þaðan að þá liggi ekki raunverulega svona frammi þær hörmungar sem að fólki þarna að líða. Hver raunverulega lífsháskin sem þarna vofir við fólki og geti bara fjöldi fólks dáið í nótt og á morgun og hinn. Finnst þér að vera alvöruleysi í umfjöllun stjórnmálamanna og umfjöllun fréttamiðla á Vesturlöndum? Sko, fólk orðið ónæmara fyrir þessu. Það náttúrulega búið að vera svolítið í gangin í næstu 2 ár. Og þetta svo rosalegt ofbeldi en það því miður búið að normalisera svolítið ofbeldi og það var margir svo talað það sko að fyrstu mánuðina þegar maður var að horfa upp á börn sem að bara drepast í beinni skiluru á Instagram að þá einhvern veginn þetta hryllingur að segja þetta en maður bara vanur því að sjá limlest börn draga síðasta andan eða klemd í einhverjum rústum. Þetta bara orðið normalisering á alveg skelfilega, hryllilega ofbeldi. En Helen, ég eiginlega ekki að vísa til þess, heldur ég frekar að vísa til svona hvernig stjórnmálamenn tala þetta, því að þar virðist, þeir bara hafa aldrei virðist hafa verið snertir af því að þarna séu börn að deyja. Heldur það frekar þannig að umræðan virðist snúast það að fólki sem að deyja á Gaza eigi það einhver leyti skilið að það geti sjálfum sér kennt? Já, ég get ekki endilega séð þá orðræðu hjá þessu yfir þessum leiðtogum okkar. Ég myndi frekar segja, já, það skeytingaleysi og það er nátengt pólitík og það nátengt rasisma. Það að segja, ég ekki að segja að leiðtogar séu einhverju rasistar endilega, en það bara þannig að það eru margir sem að horfa á palestínumenn sem bara tengi ekki og það ákveðin svona þetta reyndar ekkert allir múslima þeir sem vita til það líka kristnir menn og þetta mjög fjölbreytt samfélag en
mér finnst vera að þetta orðin, sko þetta alltaf svona með öll stríð, ég manst eftir þegar við vorum með stríði á Balkanskaganum, þú veist að eftir ákveðin tíma þá þetta svo normaliserað að fólk hættir að tala þetta hættir að vera headlines, þó að ástand í rauninni hafi versnað miklu meira. Vegna þess að, en þar komum við líka inn á hlutverk fjölmiðlana í þessu. Þú veist, fjölmiðlarnir eru náttúrulega ekki endilega alltaf að skila sínu hlutverki varðandi, og ég finn þetta sérstaklega mikið í Bretlandi. Það sem að sko, BBC gerir sér heila far úr því að fjalla þetta. Og það kannski þetta alvarlegasta í þessu þessi þöggun. Þú sér bara hvernig komið fram við mótmælendur víða í Evrópu, bara í Þýskalandi sérstaklega, líka í Bretlandi og Hollandi, þú veist, víða í Evrópu, hvernig komið fram við þá sem að mótmæla þjóðarmorði og eru beittir rosalega ofbeldi. Þannig að það eitthvað svona, og þess vegna segi ég, sko, maður lifir bara í einhverju svona dystopíu, þú veist, að því að manni finnst, að því það búið snúa all á haus. Og maður reynir einhvern veginn svolítið að átta sig á því hvað það sem kemur í veg fyrir að leiðtogar Evrópu geti sameinast það að setja viðskiptaþvinganir á Ísrael sem stendur í miðju þjóðarmorði. Og ég get ekkert séð annað en að þetta séu viðskiptatengsl, þetta sérstaklega í kringum fólk bara dauðhrætt það að Bandaríkin dragi sig úr NATO. Fólk dauðhrætt tollastríðið. Þú veist, þetta bara Bandaríkin hafa þetta bara greinilega, þeir bara ráða. Og það þorir enginn í Bandaríkin. Þannig að það finnst mér held ég svolítið stór hluti. Hitt síðan bara þessi innbyggði rasismi, þetta bara eitthvað fólk þú veist, sem við tengjum ekki við, þetta bara eitthvað brúnt fólk niður frá. Það líka eitthvað, og svo hitt þú veist, fólk bara normaliserað. Og svo það þessi skrýtna, þú veist, ég ætla bara að tala það kannski, ég setja þetta í samhengi að þetta á ekki við á Íslandi, samt RÚV alveg gringilega sensitíft, sko. Það alltaf verið að vitna í Ísraels eins og bara, Ísrael mun rannsaka eða eitthvað svona, þú veist, maður skilur ekki alveg, það ekki eins og síonistar hafi einhverju yfirtök í RÚV. Þannig ég skil ekki alveg af hverju RÚV hefur verið svona svakalega oft, bara orðin sem eru notuð eru alveg mjög svona, bara, maður bara skilur ekki alveg, hvað incentive þar? Vegna þess í Bretlandi get ég alveg sagt þér það, og þetta talað þetta núna opinskátt. Það vita það allir að það þöggun sem á sér stað í gangi hjá BBC, út af því að stjórnvöld í rauninni búin að vera að bara, gefa Bretunum, stjórnvöld í Bretlandi hafa staðið rosalega með Ísrael. Og þannig að BBC náttúrulega svona eins og bara málspípa þeirra. En aðrar media outlets í Bretlandi, þar eru ítök síonista alveg gríðaleg. Og bara minna á það að Jeremy Corbyn var ég meina hann var reyndar ekki vísa út verkefnaflokknum út af því, en þú veist, hann var tekinn algjörlega fyrir ásamt mörgum öðrum prófessorum og aktivistum sem hafa hreinlega bara séð, sko, sem bara mannorðið þeirra hefur verið drepið, bara vinnan tekinn aðeins vegna þess að, þú veist, síonistarnir eru svo rosalega kraftmiklir sem bara eru í mídja í Bretlandi. Og ég þekki þetta bara ekki sjálf, en ég bara þekki þetta gegnum manninn. Þú veist, leið og þú þetta reyndar að breytast rosalega mikið, það eru fleiri og fleira gagnrýna, þannig að þú veist, það að breytast semmingin, en ég meina í byrjun, eftir 7. október, ef þú gagnrýndir Ísrael í Bretlandi, það fékkstu af þér holskeplu og þú fékkst bara síonista liðið yfir því, þú veist, það var bara þannig. En þetta aðeins að breytast, það að opnast, held ég, Starmer náttúrulega einn óvinsalasti, hann einn óvinsalasti fósturstjóðari sem Bretar hafa haft, þetta nú ekki farið betur hjá honum en svo. Og ég held að verða alveg eins og hjá honum, eins og hjá demókratum í Bandaríkjunum, að hluta því af hverju hann mun algjörlega floppa hvernig hann hefur hagað sér í þessu stríði, eða í þessum átökum, fyrir ekki, þetta er náttúrulega ekki stríð, þetta er bara þjóðarmorð. Herðu, Helen, takk fyrir að taka síman í Sómalíu og gangiði vel í þínu verkum þar, en ég fæ að slá á þráðin til þín aftur og tala við öryggismál og ástandið í Gaza og víðar í heiminum. Ljóðlega, takk hjá það. Takk fyrir það og bara ég bið að heilsa heim. Takk fyrir. Skilum því. Herðu, og þetta eru þá lokin á Rauða borðinu núna í kvöld. Ég þakka
Maríu Lilju fyrir viðtalið sem hún tók og fyrir að segja fréttir með mér og Sigurjóni Magnúsi. Við þökkum Boga Reynisinni sem var núna á tökkunum og tók upp og sendi út kærlega fyrir. En ykkur þökkum við mest sem hafi verið að hlusta og horfa því að við byggt upp samstöðuna bara með því að segja vinum á vandamunu frá efni sem ykkur líkar hér og þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpsveitum. Í útvarpinu 89,1 á FM á Stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær út að sendingar á spilaran, spilarin.is á netinu og svo spilar líka app sem að maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöður hvað sem í heiminum. Svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá Símanum, fjarskiptafyrirtækinu. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef þú vill, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptaunum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við rauðaborðið og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðuna áfram og er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að gerst áskrifendur. Það er eiginlega vélinn okkar. Það er fólk sem að leggur eitthvað til í hverju mánuði. Grunnáskriftin er 2750 og ef þú vilt slást í þann hóp og greiða 2750 til samstöðunar til þess að hún geti vaxið og dafnað, til dæmis þróað áfram þessa fréttatíma sem verið að leika okkur að núna í sumar, þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðun.is og skráði sem áskrifanda. Þú mátt borga meira en grunnáskriftin þú vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er gott í bili núna. Hér á eftir taka við endursýningar og góðu efni sem við eigum hér í heilu farmanna á samstöðunni. Þannig að það er mjög ólíklegt að þú hefði séð það efni sem við erum að fara að sýna núna. Og svo mætum við aftur hérna í beina útsendingu klukkan 7 annað kvöld. Við ætlum að vera klukkan 7 þegar að fótboltinn rúllar á RÚV. Þá byrjum við dagskrána hér klukkan 7 á fréttum. En takk fyrir í bili. Sjáumst á morgun. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á húnavellir.is og í síma 861 23 19. húnavellir.is